Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Það umferð 3 sem að byrjar núna í kvöld og með mér eins og ævinlega, það Jón Þór Hermannsson, Rauði turnin demantur. Rauði turnin, ég var búin að gleyma því, Gúnturnin í gamla daga hérna. Gúnturnin? Já, hérna í gamla daga. Það einhver annar með það í dag, það ekki? Já, ég, manstu? Já. Eftir hérna aflitun og gaman fyrir eitthvað streymi, manstu? Já, nei. Já, áfram Ísland. Áfram Ísland. Annars heiti Jón Þór Ísfeld Hermannsson, bara svona, manstu næst? Já, ég man það næst. Já. Þú ert með svona ættarnafn. Já. Þú ert með svona ættarnafn. En svo sem skiptir ekki rosalega miklu máli því að við erum að fara að horfa á Counter-Strike og það væri nú gaman að fá að sjá hvaða leikir eru í vikunni því að þetta hörku vika af Counter-Strike. Já. Það verður bara að segast. Já, það alltaf hörku vika af Counter-Strike. Alltaf í þessari deild. Já, og það vika EFH og Ármann Ravík sem að á sér stað hérna í kvöld. Við erum að fara hins vegar horfa á vika EFH. Yes, sir. Spenntur fyrir þessari viður. Já, þetta leikur sem við völdum að horfa á í kvöld sett veka EFH og síðan Ármann Ravík á annar rás, held ég, sem auglustinn á CS á Íslandi. Já. Grúpunni. Já. Þannig að það kemur ekki óvart, þú að Vargur kíkja á það. Já, gott ef ekki. Ég held það. Já, held ég. Það legend í leiknum. Yes, sir. Já, síðan á 50-daginn þá getum við talað um það að Ía Saga mætast og það spennandi leikur. Saga hafa kannski ekki verið að spila upp á sitt besta form. Nei. Ía hafa verið að fá hrós hér og þar fyrir sitt framtak hérna fyrir fyrstu 2 umferðirnar. Algjörlega. Dusty mætir Kano og Venus mætir Þór. Helviti erfitt prógrami hjá Venus. Já, Venus að henda sig í gauntletið til að byrja með, sko. Það verður alltaf vesen að ná að klóra sig einhvern veginn upp á því helvíti, sko. Já, það sviparendar hjá Kano. Já. Og Ía. Þetta eru liðin sem að við spáum kannski erfiðu gengi. Já, mögulega. Það bara þannig. En vissulega, þú veist, leikurinn í kvöld, veka höttur. Yes, og við fáum kannski bara stigatöfluna til að sjá svona hvernig liðin staplast upp og núna að byrja 3. umferð, þannig að hlutir eru aðeins byrjar að mótast. Já. Kemur svo fólki ekki gríðalega mikið og óvart að Dusty á toppnum með besta plus mínusið, en ég ætla að taka fram fyrir ykkur hlustundur heima að plus mínusið ekki rétt enn. Ég held að Þór séu ofar en Ármann í deildinni. Ég held að Þór séu í öðru sæti að svo stöddu. Já, fyrsti leikurinn fór í eitthvað vesen. En samt sem áður, 4 stig. Stigin þess að skipti máli og til að vera komnir aðeins lengra inn í deildina og já, það bara bersinilega. Það eru 4 liðarna á toppnum og veka með. Já. Against all odds, eins og maður myndi segja. Aldrei never doubt veka, það dálítið þannig. Já, þeir eru búin að taka óvæntan sigur á móti til dæmis Kano, við vorum ekki að búast í því, alls ekki. Já, sérstaklega eftir byrjunina í þeim leik, þegar þeim var skellt í Dustvö. Heldur betur, og bara ótrúlegt comeback þar, bara sýnir hvaða lifi lengi í þessum gömlu körlum, sko. Já, fengur alltaf unga stráka indi sín. Já, algjörlega. Það eitthvað. Algjörlega. Einu sjokkir eins og sem höttur í 7. sæti. Mér finnst það að vera vonbrigði eins og staðan fyrir núna. Tapar reyndar á móti Þór í seinustu umferð 2. Já, við gefum það. Já, við gefum það. En síðan líka Kano, Tommy. Já, Kano hafa ekki verið að spila út ásöðunum sínum og náttúrulega mistu stóra stjörnum frá sér sem að við tölum vantarlega já, við getum svo sem talað um við tölum það í senustu útsendingu og við höfum fengið leyfi til að tala meira um það. Já, algjörlega. Þetta missa þarna út blikk í Más NXT. Next. Lærið það í síðustu útsendingu. Geðvögt. Það náttúrulega risa missir að missa út blikk hörku leikmaður og svona hefi hitter í liði Kano. Já, þannig að vonandi náður að klára sig áfram úr 7. sæti eða svona. Það ekki staðurinn sem að Kano vilja vera á og sérstaklega ekki að vera á, held ég. Nei, og við spáum aðeins hærra en vissulega 3. umferð að byrja núna og leikjaprógrami hjá þeim kannski aðeins að fara að léttast, ég veit það ekki. En við ætlum bara að vinda okkur strax í leik kvöldsins og við byrjum á veka. Veka að sjálfsögðu búnir með 2 leiki, 2 sigrar og þar á meðal
Ravík og Kano sem vorum að tala rétt áðan, Ravík nýliðarnir. Yes sir. Þeir voru nú í örlitlum vandræði með Kano í fyrsta mappinu, töpuðu döstu, unnu næstu 2 möpp og það var skemmtilega viður. Mjög, virkilega skemmtilega leikir að horfa á og já, svona eins og ég segja, það svona kannski merkið þessum hversu mikil reynslan í þessu liði og að geta staðið af sér og tapa svona stórt og koma aftur inn í þann leik og gera það bara þokkalega vel. Einmitt. Leikmaður sem við vorum að dæma örlítið eftir þessa viðurinn á móti Kano var einmitt liðinni? Já, ég myndi eiginlega frekar hallast að Stjána Gula sko. Já, hann átti ekki góða seríu á móti Ravík og nei, fyrirgeðu á móti Kano og við tók síðan leikurinn þenstu viku á móti Ravík. Þar gerði hann upp. Já, þetta var uppgjör Stjána Gula. Já, hann heldur betur, hann gerði mjög svo vel. Ég ætla að henda mér í einn, Tómi. Já, neldi einn hérna. Ég með vatni, það er aðeins að keyra sig í gangi hérna. Það held ég að gjöra svo vel, Tómi minn. En já. Blessings to you. Já, arigato. Það var í Dust 2 sem að Stjáni skaraði algjörlega fram úr. Ég held hann hafi verið með 25 frögg í bara, já, kannski samfærandi sigri í Dust 2. Já. En þetta pick-up í Vega er alveg skemmtilegt svona pick-up, sérstaklega með Bjarna. Og því að í fyrra var Vega með Tópas í liðinu. Tópas og Stjáni Guli spiluðu mikið saman, búa saman held ég. Bjuggu allavega. Já. Og já, missa Tópas, já, tökka bara Stjána Gulin með, next best thing bara. Já, segi það. Já. Tók það nú bara hlusta á viðtalokka sem við tókum við þá félaga saman. Já, nákvæmlega. Já, fleiri leikmenn alltaf inni, náttúrulega Furious, Vankir og Vírus, þetta er svona gamla liðið sem að Blikar voru með í den tíð, sem er náttúrulega bara í fyrra. Kjarnin. Já, eldri leikmenn og það er byrjað að fara að sjást örlítið á þeim, en þeir eru samt sem ára ná að krækja sig í sigra. Til dæmis var það Magnús Vírusson, lengsti vinstri, sem að leiddi þá til sigur sín Inferno móti Ravík. Já. Og ég vil segja að það sé bara staðist til hluturinn af hverju þeir komast inn í leik. Tóker var hásbritt frá því að draga. Já, það þurfti að draga þarna. Hann vann eitthvað 2-1 eða 2-3 og kom þeim í nokkuð veginn í OT. En þeir kláraði þetta 2-0. En ég meina, þú sér spoilerinn á gurnum, sko. Þú vart ekkert að fara að draga þennan gur 1-1. Þetta er bara eins og formúlubíl. Þetta er rosa spoiler. Þetta er bara eins og formúlubíl, sko. Geggjaður. Ekki dvesen. Nei. Hann ferðast hratt, þessi. Já, vírusinn er flottur. Þá tekur í rauninni bara við lið sem að við höfum verið að tala í alveg smá tíma sem, já, þeir eru fragmeistarar. Tvöfaldir. Og já, bara frábært lið í rauninni. Höttur. Já, vissulega. Þetta er görðan sem við tölum mest og sem svona þetta lið sem við búumst við í topp 3 eða topp 4. Já. Topp 3 og já, við spáðum báður í 3. sæti. Vantar eitt leikmann hins vegar inn. Clever situr á bekknum akkurat núna og inn kemur Kitty Disco. Þetta er neyðarskipting, en önnur neyðarskiptingin, Jón. Hvað er á seiði í deildinni? Mjög áhugavert. Þeir eru með 2 leikmenn á bekknum nú þegar sem eru Brian og Chris. Já. Áhugavert að fá þá inn Kitty Disco. Það er svona, það er frekar steikt, sko, en það er vonandi að Kitty Disco fungeri í þessu line-upi. Þú þarft að vera típa til að fungera í þessu line-upi. Vissulega. Og ef við rennum bara örlítið yfir það, þú veist, Kitty Disco, hann er alltaf stórilega með bakvið þetta. Hann er að mæta núna Vega. Vega í fyrra þannig séð hét Breiðablik. Kitty Disco sagði sig úr því liði á hverjum tímapunkti með félaga sinum Mean Degrees. Og eftir það fór Breiðabliksliðið að spila vel. Spiluðu mjög illa með Kitty Disco innanborðs. Þannig að það gæti verið eitthvað, ég segi ekki bad blood, en það er eins og með allt. Það er alltaf eitthvað. Þegar þú mætir fyrirverandi liðsfélögum, þá viltu vinna. Já, og sérstaklega vorstu að spila á móti viniðinum. Já. Þá vill maður vinna. Já. Konnustu það? Já, tvímælalaust. Mjög svo mikið. Ef við tölum samt örlítið sko, mannin í miðunni. Erum við sáttir
með hans framistöðu hinga til? Því að við töluðum gríðalega mikið hann í fyrra að hann væri ekki að performa. Meðanst hann ekkert eitthvað að draga lappirnar, ekki eins og í byrjun í fyrra, sko. Það var bara horrible að horfa á það, sko. Meðanst hann svona, hann ennþá skugginn af því sem hann var fyrir 2 tímabilum, en hann ekki jafn slæmur og hann var í byrjun tímabils í fyrra. Og sko, það sem ég vil kannski meira tala í þessu line-upi akkur núna, sorry að ég dregði því bara áfram gakk. Clever út og fá Kid Disco inn, missa Clever til mig. Sko, ef ég á að vera fullkomlega hreinskilinn, þá hafa þessi 2 leiki sem að Clever hefur verið að spila. Hann búinn að eiga einhverja góða leiki, nátti góðan leik á móti Þór í Miraz til dæmis, en þeir tapa þeim leik. Leikurinn á undan því var dálítið lakklaustur hjá Clever. Ég hef staðfestar heimildir fyrir því að hann ekki fjallaður úr liðinu vegna þess, en þú veist, kannski vantar bara að spila tíma á hann eða hvað það er. Getur við. Það allavega helviti spiti að missa út Clever og algjörlega. Fá inn virkilega góðan spila hins vegar í Kid Disco og spurning bara hvort það fitti inn, en Blaster hins vegar, það kóngurinn. Ég svona dróði tilbaka bara inn á Blaster. Ég valdi 2 toppmenn. Og við kannski fáum þá hann á skjáinn og það eru BN2, Blaster og Bjarni. BB. Já, BB. Það svoleiðis. Það SOT 1, BB bara. Já, Bjarni í rauninni vegna þess að, sko, þegar ég horfi á lið sem að búið að spila saman sem lið í svona langa tíma eins og Höttur, þá einhvern veginn finnst mér eins og að skipti svo miklu máli að leið og eitthvað fer til fjandans hjá Hetti, hafi ekki séð eitthvað eða eitthvað svona kemur á óvart, þá vinnast þeir leikir oftar en ekki. Þessi gaur hérna, hann kann oft einhver, hann með ása upp í erminu oft. Já, og þetta heili. Já. Og það veit það bara allir sem að horfa eða fylgjast með og hafa gert í eitthvað smá tíma. Þetta gaurinn sem að getur dreigið ótrúlega styrrand út úr pistolrandum. 3 smókar í núk, pistols og stórhættulegt. Þetta wildcard-gaurinn held ég hérna í dag. Skulum ekki gleyma því að þráttur að hann var svo sem ekkert þekktur sem einhver gríðalegu fraggari, getur hann samt fraggað? 100%. Það bara í rauð þar í genun. Við konumst við það. Það bara svoleiðis. Já, vissulega. Við skulum kannski fá bara Blaster upp því að það engin rauðar gen í honum. Það er bara... Það kannski vantar. Nei. Hann í rauðum ból. Það duga kannski. Já, Blaster, þetta ég búinn að spila með þessi gaur í mörg ár. Já. Ég tunglast á því bara enn og aftur. Þetta mesta talent sem ég hef spilað með í CS. Það er þannig? Þú hefur spilað með ófáum samt. Já, þetta bara svona, þegar þessi gaur on, þá hann þetta star power. Hann þessi sævúgaur sem að bara game changer á riffil. Í Miraz í tenginu, ef að hann var on í þeim leik, unnum við þann leik, alltaf, bara klikkaði ekki. Og það bara mín skoðun á þessi gaur. Við erum komnir með vítóið akkurat núna. Viltu renni yfir það? Ég teki það. Þú getur punktað eitthvað niður hjá það. Þú ert svo duglegur að skrifa. Vega eiga fyrsta bannið sem Anubis. Ekki tilbúin að spila Anubis. EFA bannað þá Inferno á móti. Svo sem ég skil það bann mjög svo mikið. Þetta svona reynsla mikil í Vega og Inferno þægilegt að spila. Þegar það er mikið að reynslu. Vega hins vegar pikka Inferno og ég þeim ævinlega óþakklátur og ég bara þarf að taka á í eintal. Hvernig einasta mann þannig sem að taka þessa ákvörðun. Vertígo. Hafa spilað þetta mapp eins og náður, spiluðu þetta móti Kano og sigruðu þar með einvíið í 2-1. Voru fínir þar. Já. Verður að segjast, en þetta rosa mikið fragmapp. Já. Þetta getur verið 50-50, en kannski fá þau vankar í gang. Mögulega. Þið sem að heima sittið og ósátt með Vertígo pikja á Vega, þá var að Vega sem að pikka eða og Vega eiga óþekkinar skilið. Já, hvað mörg Vega í því? Allt og mörg.
Ancient eins og að peka af EFA. Hrifin af því. Já, Vega banna Mirage. Við skiljum það. Já. EFA banna Dustið. Ég skil það líka. Já. Nuke Decider ef við þurfum. Já. Þetta fyrir það sem eru kannski að horfa í fyrsta skipti. Við erum að spila best of 3. Það sem við spilum 3 möpp. Fyrsta liðið upp í 2 möpp. Sigruð vinnur viðuregnina. Þetta svona frekar self-explanatory. Já, og síðan einhverju gaurar sem að kaupa byssur og þú ert að planta bombu og láta líka og eitthvað. Þetta ekki flókið, þetta bara með að skjóta. Með að skjóta. Já, ég held ég viti hvert þú hallar því að náttúrulega það eru margir fyrirvendir liðsfélagar þarna í Hetti. Ég ætla bara að standa hér. Þú þarna? Ég hér. Já, ég ætla ekki að labba þangað en ég set Vega 2-1. Það svoleiðis. Já. Já, ég bara yfir það. Vertigo peki kannski svona sjokkerinn sem að gæti verið að henda þess í ákveðna skrúu. Gæti nefnilega verið út af því að þegar þú pikka mapp þá yfirleitt eitthvað á bakveða. Já. Og það nefnilega dálítið hættulegt að mæta óundibúin í seríu sem þessa, þar sem að það hver einasta sería þá allt undir. Þú veist, algjörlega. Þetta bara 9 seríur í gegnum alla leiktíðina og það annar liðið sem búið að vinna 2 og hitt búið að tapa 1, en hérna koma þeir rakliðið inn á AR. Viktor liggur í valnum, Stjáni guli með blaster og þetta eru 2 fallbyssur sem að liggja strax. Ó já, kittið liggur og nú Furious að vera gjörsamlega óþolandi í miðunni. Vilur rétt tímasetningu og bara ekki lætið sjáu hvað hann ná að halda leikmanninum í hvað ekki Kitty Disco sem það bara fastur í miðju. Jú. Furious lifir hann ennþá og það allir helftir. Flawless round og þeir missa ekki eins og 100 ápji. Þetta vel uppsett round hjá Vega, greinilega búin að æfa þetta eitthvað, örlítið allavega. Veriðist vera. Ert þú tilbúin að spá fyrir þennan leik, heldur að Höttur fari í 2-0 eða? Það segi ekki bara 2-1 Höttur. 2-2, já. Ancient algjört heimakort hjá þeim. Það skelltu rækilega Ravík. Rétt rúmlega. Hins vegar ég held að Vega séu ekkert slappir í Ancient. Nei, vissulega ekki. Náttúrulega Breiðablik í fyrra átti ófáa Ancient-leiki sem þeir skuruðu fram úr, en örlítið breytt line-up akkurat núna. Stjáni guli í stað Tópas og Bjarni í stað frelsara Breiðabliks. Akkurat Furious að feika bíð akkurat núna með þessu Utili meðan 2 menn að labba miðið. Það Vanger og Virus. Furious komur upp það ekki kallað Stúi? Jú, þetta Stúi. Eftir Stúi of the Second Millennia. En Blaster sér við þessu. Og nú þetta bara eiginlega orðið hættulegt rand. Mínúta eftir. 4 eftir lifandi Vega megin. Sem grensa hefði getið verið gríðarlega góð. En hún klikkar, reynir að ef einhver þá var það Vanger sem hefði þurft að finna eitthvað þannig að Bjarni komið upp á hennar nýja catwalk. A-megin sen búin að finna Vanger og þá var þetta 4 á móti 3. Þeir eru aldrei að fara að búast til Bjarni. Hér Kitty Disco. Kitty Disco. Og 3. Ó, guð. Kitty, komin í gang, Tommy. Það diskotíð. Diskotíð. Æjæjæjæj, Kitty Disco að stempla sinn með hörku 3 kill hérna í roundu nr. 2 upp á þessar deglur hafa ekki svikið Hött oft allavega. Nei, það virðist vera og hárrétt keypt hjá þeim að þetta eitt af liðinu sem mega fjárfesta í deglum. Já, þeir hafa okkar blessun í það. Vissulega. Virus með degluna hinum einn í miðjunni að reyna að finna eitthvað að gera sen í kíkjumramp. Það sestu vinnur. Þetta var 1 skot beint í haus. Þetta var rauðhart pík. Ég ránaði með þetta. Bjarni gjörsamlega að jarða sen í. Mozart að finna
Vanker, Kitty Disco að leita. Það einn maður komin hér alveg lengst upp og það Bjarni og hann feldur og Furious finnur samt rífrakkið þannig á Kitty Disco. 3-2, Aka komin á Stjána gula, 1 á shortinu, Viktor finnur ekki frakkið, Blaster þá 1 eftir, alveg ógerlegt, hann grenstar beint í hann. 59 HP og Blaster. Þá vita nákvæmlega hvað hann þeir heyra þetta, finnur frakkið hérna á Stjána gula, gæti gert eitthvað ótrúlegt hér eða hvað, nei, ekki að taka fram á mér. Læna upp þarna Tómi, þetta smá hættulegt. Já, sína stillingu samt og klára rándið 2-1 og peningaleg vandræði. Já, þetta ekkert núna. Það bara sama gamla góða runnan her, forspær, diglur og með því sem að þarf. Þetta það sem svo erfitt við að vera CT í hvaða mappi sem þegar tapar á Vinnufors, tapar sér næsta róndi. Já, þetta í gúlæki. Já, og þetta alveg bara spiklast inn í restina af hálfleik. Já, þetta alvöru bras. Seni að leika mjög hættulegan leik þannig að fær smók út á gula. Furious búinn að finna vírus. Já, þetta ekki góð byrjun. Furious með smókarna sem þægilegur fyrir hann. Já, Blaster eitthvað að leita þannig að hinum með smókin B-main. Hún fýtt og það verið að spamma öll í gegn. Tökum líka eftir að Mozart á sandbags. Ef þetta ekki molla út, þá gæti verið fínt. Algjörlega, sko, núna 1:15 eftir á klukkunni, Blaster það bara að fara að leita hvað hverju ef hann ætlaði að vera þannig að BM1 og hérna gott frakk hjá Seni en gott rífrakk treyt hjá Vanker. Þetta ásinn hjá þeim samt. Og Molli á smók til að henda niður í þetta, ekkert stórvægilegt vandamál, getur þá lifað alveg heilengi í smóknum líka. Spurning, fær hann einhverja hjálp? Kitty Disco stendur bara. Getur ekkert gert. Höfuð með defaultið, getur ekki sótt í þetta. Mozart að liðast í sundur, Blaster feldur af vírus. Báðir leikmennirnir eru bara nákvæmlega þarna. Kitty Disco fara kraftaverk hér. Búinn að ná 3 í einu rándi, þarf að finna 4 hér til að eiga séns í þetta og hann ekki að finna það. 3-1 Vega á móti Hött í sennilega versta mappinu í þessu leik. Já, ég hef ekki að kalla það bara. Jú, ég held það. Já, meina fair play til Vega. Það hægt að pikka þetta. Því ekki að við séum hrifnir að því. Það bara enginn hrifin að þessu. Það enginn að horfa á Vertigo. Blaster, Viktor og félagar með, ekki túskilding þannig á milli fingrana. $1000. Smókur, ég held að þetta sé herrasmókur. Þá getur skrensað þarna á Seni, 73 HP á honum og hérna þau svona að fara að labba inn í hérna stakk sýnist mér og þetta getur ekki byrjað vel. Bjarni, fyrsta kláruði kemur og 3 frögg, 4 frögg í röð. Þetta ekkert vesen. Það var gert þetta einhvern tvisvar Vega 4-1 og núna loksins fá við kauprándin eitt svakalega gott kaupránd hins vegar 4-4 í pening á flestum af leikmönnum EFA. Já, þetta er eitt af þessum kaupum og þetta er svona það sem margfaldast inn í allan hálfleikinn einhvern veginn að ef að þeir fara ekki að vinna ránd og vinna þau samfærandi þá þessi peningur að fara að vera ekki réttast af fyrir inn í 8. rándi cirka. Það nefnilega málið. En glansandi smókur þarna fyrir scaffolding. Já. Þeir á sólosætinu. Það rosa bras að halda þessu B-sæti í þessu mappi. Ef að hitliðið að setja pressu á B-sætið þá það í alvöru hausverkur. Hrifin að þessu að brútsi hjá Vega samt, bara hægt og rólega, ekkert stress tekið hér. Nei. Tjúpur Molli í hefinið og geta þá byrjað að fikra fyrir sér þetta. Flassi kemur til að fjóti og Seni nær frakkinu. Nú opnum Viktor með annan en rífrakkin loksins kemur inn og þá Blaster í eldlínni. Þannig ágætt. 2 eftir núna í liði Vega á móti 4 hinum einn. Stjáni Guli og Bjarni þessi 9-2 í liði Vega þurfa að draga eitthvað ótrúlegt upp á hattinn mér.
Tella ósennilegt en mögulegt. Mozart. Segjum þetta ógerlegt núna, Tómi. Já, ég ætla að kalla það. Mozart á brögg hér. Mozart má ekki kíkja aftur. Kitty Disco að kíkja út gula og að taka mikil skada en finnur frakkið 4-2 staðan. Þetta var líka nákvæmlega leiðin sem að Höttur vildi vinna þetta rám. Já. 4 leikmenn lifandi. Vinnum stórt, ná þá að byggja upp smá banka. Þó það ekki nema bara 2 skall á leikmönnum öllu jafna. Það minna. Maður var að tala með þetta sé í average. Tómi, þetta 800 skall? Já. 1600, eitthvað þannig. Já. Ekki mikið meira. Nei. Það ekki eins og nóg fyrir bland í póka, sko. Nei, ekki. Nei. Bara engu. Keyptir vasklas, eitthvað. Á þessum stýrivöxtum? Ég veit það ekki. Og velkomin í pólitíska spjalli með Tómasi. En Vappi komin í hendurnar á Vírus. Nú verið grínast með það áður vilt fella Vírus á Vappar þá þarf því nefnum bara að flassa fyrir framann hann snýr sér ekki við. Hann Sjá þess að tímasendingu. Furious að leika hér á Blaster. Nei, Blaster að leika á Furious. Og þá Bjarni næsti maður í eldlínunni. Það maður komin í hjálpina, það Viktor hoppar þarna, komin yfir á Asia. Þetta heyrði Vangar. Rosalega klósir í miðju og hérna hann að finna einn getur fundið annan sem að gerir. B-sæti galopið núna, 3 eftir lifandi, Seni, Kitty Disco og Mozart. Mig ekki ofelda þetta samt, þeir eru konið með man advantage. Það ekki gott að missa mann early hérna náðast að halda mjög framalega þessu ríteki og Höttur verður bara að fara að hugsa að halda byssu núna hvað og hverju. Það var með þessu smók, það var eiginlega bara gulltryggt, Stjáni guli á annan smók meira að segja. Þetta rándur bara komið 100% Vega megin. Virkilega vel gert hjá Vega. Þetta flank gennum miðju hjá Vangar gjörsamlega vann þetta ránd. Já, þessi litli hlutur, hann var séður þegar hann fór í stúi, kemur gaurinn aftur og ætlar að hjálpa á sætinu og það opnar píngulítinn glugga fyrir Vangar til að finna Stjáni, þú viljum 2 frekk þarna. Þetta ekki það sem þú vilt. Nei, og aftur, peningurinn komin í gúlagið. Þeir hefðu átt gott kaup ef allir 3 hefðu haldið byssu hér. Þá hefðu þeir átt sjans í að koma sér tilbaka inn í þetta ránd nokkuð auðveldlega en í staðinn geta þeir, þurfa þeir eiginlega að kaupa deglur og eyða smá pening til að eiga sjansinn í þetta ránd með AK-un sem að Kitty Disco var að halda. En hvað myndir þú gera, Jón? Í þessari stöðu, ég myndi ráða Kitty að droppa, Ég myndi ráða Kitty að droppa 3 deglum, Seni kaupa 1 og síðan byrja bara að leita. Þetta bara leið og ég var að sleppa orðinu og byrjaði hann að droppa þeim. Þetta flott, ég ránaði með þetta. Búin að hérna peningin örlítið Blaster á 3000 getur þá mögulega, nei, eiginlega ekki. Ég ætlaði að fara í einhverja vappapælingar en ég held að hann nái því nú ekki. Nei. Gefa sér smá sjansinn í þetta ránd með þessum pislum. Ekkert rosalega mikið samt. Hvert myndir þú fara? Svo Viktor þarf að taka 50-50. Sko þeir þurfa að spila eitthvað í kringum. Af hverju tekur hann ekki deglun upp? Það þarf bara að eyða peninginu. Þetta er áhugavert. Hann getur selt þessa 50-50 og pikka upp deglu. Sem hann gerir. Ég myndi bara 100% vinna eitthvað í kringum Kitty Disco. Lefa Kitty Disco að leita með AK-unum, vera kannski með 1 eða 2 að bodyguarda. Og Seni komin í 27 strax. Já, það er ekki að búast til annar í greinu þannig að djúpt miði. Kitty Disco komin í hornið hann í stiga B-megin en þetta er ekki það sem þú vilt gera með þessa byssu í höndunum. Þú vilt láta þessa byssu búa til einhverju opnun inn í þetta ránd fyrir þig. Þú vilt reyna að nýta byssuna á einhvern hátt. Já, þetta er eina investmentið inn í rándið í rauninni fyrir þessi deglur og Viktor er fundinn. Það er 4 menn að skjóta á hann. Hversu fljótir ég þá er að bakka Seni fundin út hér 27 ábjöð honum ekki var að bjarga honum þarna. Smókar fyrir drulluna. Ég myndi bara 100% byrja að hugsa exit truck akkurat núna. Já. Láta Kitty Disco drífa sig í burtu með hann AK
og sjá hvort að Diggur fundi hauskot. Já, þarna fyrsta en þetta erfið byssa til að taka. Já, Vega geta alltaf bodyguardað þetta. Og Stjáni Guli klárar Mozart og þá Kitty Disco einn eftir í miðinni. Heldur byssu og svo sem ekkert vesen sem þetta henda hann akkurat núna. Nei. Og Bjarni eru að henda, nei, þeir ákveða að fara inn á sæt. Kitty Disco heldur pening. Núna aftur, við erum komin í 9. ránd og peningurinn, við erum ennþá að tala um hann. Já. Þetta bara eins og í kreppu. Já, þetta bara svo að búa í Íslandi. Nei, ég segi svona. Nei, maður segir svona. Nei, þetta erfið peningarstaða City megin og Vertigo hefur eiginlega alltaf spilast þannig. Nema á þess að vinna stórt. Vega svo sannarlega að gera það. Þeir geta keypt í næsta rándi, mjögulega þar næsta. Já. Það bara nákvæmlega svoleiðis. Tveir menn konur upp í að búast til blaster hér, já. Gera það allavega Furious. Vanger feldur. Vanger oft nýttur sem svona... þetta engul þannig að... Já, Viktor lætur heyra vel í sig þannig. Já, og hérna Furious að falla. Þá engin B-megin í mappinu lengur. Vírus gæti haldið róteiti hérna. Mozart kominn í róteiti mitt og þá höttur örlítið byrjað að spyrja þessi spurningana. Hvar Vega? Róteiti komið af B-sætinu, styrkja örlítið A-sætið. Viktor í L-línunni akkurat núna, spottar 2 leikmenn. Nei, hérna hefur Dinkar hann að færa grenu síðan bara undir, svo fundin af Stjána Gula. Mozart finnur Vírus á sama tíma, 3-2 núna. Gott jú til, hérna Molli á default hjá Kitty Disco, en bomban bara 100% komið niður, alveg sama hvað, Molli örlítið að setja hann á Tommy. Já, nokkru sekundu fyrr, en þeir eru 3-2, geta reyta sér hérna leið að bombun og diffusað. Með 2 kitta í play, 1 smoke með að segja. Smoke feilaði, Bjarni komið fyrsta. Þetta ekki gott, hérna Bjarni að finna næsta og þá bara, já, þetta var bara nokkuð auðvelt fyrir Bjarni og Stjána Gula þannig, bara smá klúður hjá Hött í rauninni. Já. Þeir voru allir konin á sæt og biðu í rauninni bara. Já, þetta var rétt. Þetta var pínlegt að horfa á þetta. Já, 7-2, Vega í vil og þeir eru heldur betur í bílstjórasætinu hérna. Já. En 7-2, þetta ég veit nú ekki eftir breytingar en ég hugsa að þetta sé alltaf termap. Spurning bara hversu mikið og við tölum Terror City möpp öll jafna í íslenskum Counter-Strike öll möpp termap. Já, yfirleitt þannig. En ekki alltaf. Nei, ekki alltaf. Já, það fer eftir liðum. Já, liðin sem hafa verið að spila mest saman hafa verið að standa sig prýðilega í City. Seni klípir þetta grens og ég má til að kommenta á það að Util notkurinn hjá Vega upp á 10,5 og þá sérstaklega grensunar. Já, þeir eru að gera mjög gott mót með þessi Util blaster 1 eftir núna á móti 5 þónokkuð heilbrigðum leikmönnum og hér geta verið að finna Furious. Nær öðrum. Það er skemmtilegt. Það ná svona einu svona alveg í blálógin. Alveg árum sko rétt árum feldur. 8-2. Verðum að kalla eftir 2 með City-rándum inn í lokin. Já, það er eiginlega nauðsynlegt fyrir Hött hér til að reyna að sigra hann leik og Vega að gera ansi gott mót hér. Já, mjög svo. Seta pressuna alla strax í byrjun á Hött. Fyrsti vappin að koma fyrir Mozart hérna í rándi númer 11. Það er bara alls ekki nóg gott. Það er bara galið, sko. Bjarni með blaster. Enn og aftur opnun fyrir Vega. Það verður að standa sig vel í 5v4s, líka í 4v5s. Já. Algjörlega.
Já, ég meina, einungis unnið 1 gunround og 1 forsround. Lítið þetta tala að það hafa verið að standa sig illa í einhverju. Það bara í raunin. Það bara svo leiðis. Þetta er strax. Vanger og Bjarni, þeir eru konum með leið inn á AF, góði smókar þarna. Viktor spottaði örlítið, gæti læðist hérna. Sem að gerir, nær ekki frækkinni gerir það núna loksins en feldur af Vanger loksins. Þá var að Mozart einn eftir nýbúin að kaupa hann af Appatómi og fær ekkert að nota hann, ekki neitt. Spánýr og glansar ennþá á hann. Grænn á litin, gamaldags. Já, þetta er bara heiðalegu appi hana. Já, þetta er bara einn strángheðalegur á hann gerir, sko. Þetta er bara eins og hann hefur verið frá 1999, sko. Vanger strax fyrir að leita og nú vitað hann. Peningurinn frábær hjá Vega og þeir geta vel hent báðum byssunum til að ná þessum vappa úr höndunum á Mozart sem þeir og eru að reyna að gera en Furious! Það er skemmtilegt skot þarna! Já, þetta ekki sjá hann á vappa. Ég var að horfa á community casterinn okkar. Það var tvær úr Vega FE. Það á tungunum? Já, sem voru að lýsa Vega-leik. Kölluðu alltaf Furious Furry. Já, við getum alveg gert það með hans leyfi. Það er ekkert mál. Já, það er spurning sko. En þarna, Furious skal að vera hérna, allavega. Mér finnst það skemmtilegt. Já, ég er bara nokkuð hrifinn af þessu. Viktor nær einum Vanger. Alltaf rífrakkið, Jón. Alltaf rífrakkið komið. Treit var skuggalega fljótt að koma. Þeir alltaf bakka úr miðunni Vanger að þetta smá pressu, smókar djúpt úr miðuna. Setur svona óþægilega pressu á sinni en smókurinn alls ekki góður. Kitty Disco búinn að finna frakka á sama tíma 3-3 núna. Vanger bara veita þessi smókur, leifir honum að kíkja á Sandbags, pre-fire það en finnur ekki frakku upp úr því. En nú aftur grensurnar að dynja hérna yfir. Og Blaster búinn að spila á sama stað öll gunroundin. Allir búist ekki við honum núna, hann þarna fundinn. En núna allan að flankið að koma, Senir á sætinu en einn að koma í bak. Hann verður bara að tefja. Sem hann að ná að gera þokkalega vel. Furious feldur og einn maður eftir hér, það Virus og maður í bak. Það Vanger einn eftir á móti 2, Seni og Kitty Disco hinum með af hverju? Vanger, einn eftir og það ekkert vesen. Vanger heitur, situr á 17 frökkum og að mölva hött. Þetta ekki gott, Tómi, að enda leikinn svona 10-2. Vanger af öllum mönnum á eldi. Þetta var eldkartið að kalla. Ég að segja hann hefur verið að ýta við Vertigo. Vertigo hans map. Já. Fyrir og eftir breytingar skiptir engu máli. Ég teka samt ekki sátt mappið. Teka samt ekki sátt. 10-2 Vega. Þeir eru pistól í rauninni frá því að sigra þennan leik. Að sigra þetta kort. Það er nákvæmlega svoleiðis pistóleilega verður að vinnast hér hjá Hött sem ætla að koma askvaðandi upp aðeð. Enga bremsur hér. Viktor byrjar þetta vel, Virus liggur í valnum. Einn maður feldur fyrir Hött og það rifið í handbremsuna. Stopp! Já, þetta ættir að þekkja. Já, ég er ekki hrifinn að þessu. Þú ert með Glocks, það advantage, bara 100%. Þeir eru byrjað að leita, eitt komin inn á defaultið á B-inu. Blaster komið Stjána gula á, Bjarni, hann komin í hjálpina. Hann hættir ekki að lítur bara glórulaust til hliðar þarna og skilur núna einn mann eftir. Það Furious og hann búinn að finna 2, gæti bætt í að finna 3. Það var einn á móti einum. Blaster hinum með að koma í bak þegar hann búast við því. Já, hann var að búast við því, Tómi, en það mátti engu muna þarna. Þetta var allt of tæft fyrir Hött. Já. Og í kjölfarið, ég gæti alveg séð á Vega Fortinator round. Gæti líka alveg séð á Spara. Já, það diglur á einhverju leikmenn þarna. Algjörlega. Og þeir hafa roundin til að leika sig með, Tómi. Það er nákvæmlega svoleiðis. Vega hafa að lágmarki 7 round til að leika sig með þar til að Höttur eru búin að jafna. Og rífa þeir í handbremsuna. Já.
Þá bara, hei. Ásaki mig. Þessi Toyo dekk eru eitthvað aðeins svo sleip. Það var pitstop. Það er svoleiðis. Ég veit ekki hvað að segja. Nei, þú kannt nú Toyo. Já, Toyo er alltaf leið, sko. Já, ég held að þú veitir það út af einn íþrótt sem er sýnd mjög reglulega. Já. Sem að við horfum þokkalega mikið á. Vissulega. Toyo Tires. Já. Hér hins vegar, það er Elko, Kia, Legion, Lenovo og ljóslegarinn. Já, við smelt. Toyo dekki myndi Kíuna þetta. Það er vissulega. Það er ekkert vissulega. Myndum maður að gera það? Já. Henda spoiler á það. Makka víruspoiler. Já. Ég held þú komist ekki hraðar heldur en með þennan spoiler, sko. 2-3 akkurat núna hins vegar. Famas komin í hendurnar á Furious og hann sér yfir þennan smók. Spammar öllítið. Allir 3 leikmenn. Hins vegar komin í... það er gatt sem smók. Framfylgja smóknum og Bjarni reynir að finna... þetta! Bjarni! Hásbreytt frá þessu. Heldur betur. Furious á 7 HP, hann er byrjar að bakka. Bjarni, hann er með deglu og MP9 getur droppa deglu á liðsfélag. Algjörlega. Nú er spurning hvort að Furious er að leita eftir því að komast í bakið eitthvað. Nei, hann fyrir á testbón. Já, fínt. Galil og MP9 í næsta landi er í raun ristórt. Já, meira að segja önnur auka degla ef að þeir lifa. AK, Feldur. 2 eftir Kid Disco og Mozart. Mozart Feldur, það voru bara Kid Disco. Það vil bara AK þarna. Hann vil alls ekki fara í þetta. Eða hvað, Kitty? Já, ok, Bjarni finnur ekki eitthvað, þetta er alltaf. Þetta var stór hættur til Bjarna. Stór skemmtilegt. Já, ekki orð. Þetta var eitthvað. 10-4. Deglan væntanlega... Nei, þeir ákveða bara forsinnið ránd. Vanker, já, hann kaupir Nova. Já, búin að vera á eldi, gjörsamlega. Það var gott að drepa bara vel niður í. Kaupa bara Novu. Já, af hverju að spila á easy mode með einhvern M4 eða AK og einhvern Nova. Já, já, ég hef verið þetta. Þetta er svona baller move. Já. Komnir langleiðin upp rampinni það. Það er spurning hvenar við fáum að sjá bústið á krana. Ég er nú ekki vissum hvort ég hafi séð það mikið í terrorleiknum á Vega. Já, ég hef einhver tíman. Ég held að það hefði bara verið að spara og þeir lentu í rauninni ekki í neinu vandræði. Já, það geti verið sem svo. En það er hérna hægt og rólega fikra sig áfram og Vanker gjörsamlega rústar. Þetta er ekki lagi. Sen í þarna. Þetta er pirrandi. Sen ég er að fara að taka Vanker í bóndabeigju eftir þetta. Viktor finnur þurra, Mozart finnur vírus og allt í þessu. Það var bara okkur opið random eða hvað. Bjarni að klóra aðeins tilbaka með því að bella Kid Disco og Stjáni Gulli að finna Viktor. Það var 2 eftir. Blastur og Mozart á móti 2, Vanker og Stjáni Gulli. Og Stjáni Gulli með blaster til að loka þessu 11-4. Þetta opnast á Nófunni, þetta lokast á MP9-ni. Það er náttúrulega svoleiðis 20 frögg á Vanker, 13 frögg á Stjána Gulla, 3 á spoilernum, nei ég menna vírus, 16 á Bjarna og 12 á Furious. Já, það er... Við þurfum að jartengja vírusin aðeins. Já, eitt samt með það. Ég er að vinna 11-4. Já. Ég held að hún sé alveg sama, sko. Það er líkur á því. En 3 frögg, þetta er ekki gott. Og feila smóknum. Já, þetta er ekki góð byrjun. Hittir mólanum hins vegar. Já, mólin hittir. Já. Þessi degla er líka að fara að hitta í hauseldi. Já, gæti enda sér svo. Vírus, einhver Kid Disco. Búin að auka sitt framlag 1/4 í þessum leik. Það er vírus. Hlutfallsreikningu bara. Já, maður er heldur fljótur í þessu. Og í hvað hlutfallareikningur er? Ég segi bara já, ég til það. Ég var að finna það upp núna, ég veit ekki hvort þessi sjálfur til, sko. Ég var að rifja það upp, ég var í hægferð í grunnskóla, sko. Í 1/4? Í grunnskóla? Já. Ég var í hægferð. Já, 1/4. 1/4? Já. Já. Af normalinu. Ég var í 1/3.
Það svoleiðis. Það er starra. Já, skilji. Við erum flinkir. Já, alveg bara reikningur. Áfram Ísland maður. 4, segjum bara nánast 2. Segjum bara 2. Seni og Vanker í einhverju mínigame að í miðunni og Vanker bara að reyna að finna alla leiðir til að finna hann með shotguns. Kemur ekki óvart þó að Max 7 kemur næst. Nei, eiginlega bara verður að vera. 12-4 og það er algjör bustun að eiga sér staðin í Vertigo og það er Vega sem að halda á kústinum. Það er svoleiðis. Halda á kústinum? Já, bustun, kústur, eitthvað. Já, þetta er vinnusvæði, það er kústur örugglega. Já, hlýtur að vera. Ég er hrifinn að þessu. Rönnbústin að bíð sem að er hitta. Það sjálfsögðu Viktor mættur inn á bíð, getur ekki nýtt á neitt hátt nema kúlstig. Já, klálega kúlstig sem að þeir vinna sér þarna. Þetta er plus 100 aura. Eins og krakkarnir segja, þetta er eitthvað nýtt. 4-4 hins vegar og þeir eru að koma bæð. Vanker feldur hér af Kid Disco. Bjarni hins vegar með 2 tilbaka, nokkuð auðvelt bara. 2 eftir núna fyrir hött á móti 3. Já, Seni og Mozart 1-2 eftir. Seni tekur fyrsta 2-2 núna. 1 á Electric. Það er Vírus. Það gengur fátt upp hjá honum. Það var Furious. 1 í bak og hann er 1 á móti 1 núna. Mozart hinum megin. Það verður að vinna þetta ránd Mozart til að eiga sjens í þetta sem að gera að sjálfsögðu. Mozart ef einhver að vinna clutch. Sluta koma að því. 12-5. Ég ætla ekki að segja þetta sé comebackable. Þeir eru bara búin að tapa þessu rándi. Nei, Mappi segja höttur. Það er bara svoleiðis. Já, þeir þurfa alveg nokkur ránd enn til að við getum byrjað að tala comeback. Já. Góð byrjun hins vegar að fá Mozart í gang. Og hann er bara að stíga yfir 2 stafa töluna í þessu rándi. Algjörlega, og er þá efstur í sín lið og hérna er mid-push hjá Vega eru að búa stuð. Já, ná. Það er flott. Vírus komin í hjálpina. Plassi flýgur, Stjáni Guðni finnir Viktor. Þetta er ekki gott. Strax konum með advantage en síðan rifið tilbaka. Algjörlega 3-3 og vörnin heldur veik A-megin. Já, og B-megin, það er bara enginn á B-inu, við spilum på miðjuna. Þeir eru að hallast núna A-inu. Allir 3 leikmenn Vega kominir A-megin. Ætla að fá flass í rampi, nei, ætla ekki að fá flassrampin. Kontakta þetta bara. Nei, bara þurfa að taka ákvörðun. Já, og vita þá núna engin leikmaður er á A-inu, er að þá koma 2 í bak. Nei, kemur 1 í bak, hvað? Það má ekkert vera rétt sem ég segi, í neitt. Vírus er að hitta tímasetninguna. Hann er að hitta hárrétt á tímasetninguna. Algjörlega eru að... Stjáni Guðli getur tafið í fokkabót með þessum flössum. Hversu lengi Furious eins og þar finnur einn Vírusinn og annan. Stjáni Guðli lokar þessu 13-3. Bara nokkuð þægilegt og sannfærandi frá Vega hérna í Vertigo. Já. Hvernig, sko, ef við byrjum bara örlítið á því að tala Vertigo í rauninni sem map og líka bara hvernig Vega spiluðu þetta alveg í gegn. Þetta voru hreinir og klárir yfirburðir og þeir gera þetta bara hægt og rólega, labband út allt, rífrögg. Þetta var rosalega mikið eins og ég hugsa Vega og Breiðablik þá á senast tímabili. Þetta var bara fundamentals upp á 10,5. Og þetta var í raun bara engin flókin ránd. Þetta var bara löpum miðuna 3. Einn kemur upp stiga bara og kíkir sömu tímasetningu og fight geti mögulega verið. Rífrögg auðvelt komið og þá er City-vörnin orðin það mikið erfiðari. Einmitt. Líka bara erfitt mapp að spila Vertigo. Sérstaklega á móti liði eins og Vega. Þeir eru erfiðir. Já, nákvæmlega. Það er Ancient sem er næst á dagskrá og að sjálfsögðu ég og Jón að krefja niður þennan Vertigo leik ekki vera langt.
Is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin áttur, æsi spennandi Best of 3 sería á milli Hattar og Vega og það var bara spólað í drullu þarna hjá Hetti, þeir komust ekki neitt áfram. Það fóru hvorki í Londonströnd 13-5 tap sem risastórt. Það er bara í CS2, í MR12 er 13-5 alveg gjössamlega svo mikið bust. Þetta svona gamla góða, hvað var að segja? Já, ég veit ekki, þetta allavega huge tap þar sem að bæði lið vinna pistol. Já. Og bara Vega bara þeim mun talsvert sterkari lið í Vertigo og bara þetta fundamentals akkurat eins og komst inn á, þetta bara það klálega til staðar í þessu mappi. Ég aldrei hrættur fyrir Ancient. Ég held að, sem sagt, þegar við vorum að fylgjast með núna í gegnum allan hennar Vertigo-leik, við vorum að sjá það að fara hægt A, hægt B, hægt mid, alltaf með trade til staðar, voru með svona lítil microplays líka inni til að ná pikkum. Vanker náttúrulega eiga frábæran leik, bara ábyggilega sinn besta leik í töluverðan tíma. Já. Líka ofan á það, við vorum að sjá bara skemmtilega smóka sem þeir eru búin að leggja helviti mikla vinnu í. Já. Og aftur, mér langar að minnast það að þetta í gegnum öll möppin sem ég er búin að horfa á með Vega. Það aftur og aftur þessar grensur sem þeir eru að kasta að valda svo miklum skaða. Já, þetta þegar að lið tala vel sín á milli, sérstaklega þó að lið sem eru búin að spila lengi saman líkt og Vega, Höttur, já svona Þór. Já, meiri hlutin Þór allavega. Þessi lið sem að spila lengi saman og kommunikata rétt, tala mikið og vel saman, þá svo auðvelt að vita bara hvar andstæðingarnir eru nákvæmlega. Þú veist, færið gott koll að Guður sé komið nálægt í miðju, þú kasta bara grinu við vegginn, speklaðin eitthvað og ég gerði örugglega mikið skaða á Guðurinn, miðað við hvar ég fekk infóðum á væri. Og já, þetta svona, þú veist, ég veit ekki, ég geti trúað að talandinn í liði Vega sé mjög góður. Ég held að sé líka bara skælbrósandi farandi inn í Ancient. Já, ég held að ég væri það líka. Já, en svo sem, ef við lokum þessari Vertigo-bók og kostum henni bara aðeins, þú veist, aftur á bak, og pælum aðeins í Ancient. Þetta svo sem ekkert nýtt sem að Höttur í. Þeir töpuðu 13-5 líka á móti Ravík í fyrsta mappi í Inferno og komið tilbaka 13-1 sigur í Ancient. Já, sko, já, ég ekki verið að sjá 13-1 sigur hérna hjá Hött, það ekki verið að gerast, við vitum það báðir. Já, líklegast ekki. En, þú veist, Höttur einhverju hluta vegna velja Ancient yfir Nuke, yfir Mirage, yfir svo mikið af möppum sem þeir spila, þannig að þeim líður klálega vel í Ancient og eru með eitthvað upp í erminni og voru gaman að sjá hvernig þessi tvö lið kljást í Ancient. Hvaða hlutverk sérðu Kidda Disco fylla hérna núna? Já, hann var ansi heitur þarna fyrir Hött á tímabili, náttúrulega kláraði 1 ránd sjálfur með digluna með 3K sem var eitt af fáu rándurum sem þeir náðu í CT. Já, 1 af 2. 1 af 2, já. Hvaða hlutverk sérðan stíga inn í? Þá bara beint inn í Clevers hlutverk að spila á A-inu eða? Já, ég held að Kidda Disco sé þannig gaur að hann slottar bara inn í flest öll hlutverk og gerir það bara nokkuð vel. Já. Ég veit ekki alveg með terhlutan, mér finnst hann vera svona eitthvað lurk support, mér finnst hann ekki vera þetta entry dæmið, sko. Ekki fínt bara að setja það samt bara á Viktor og á Seni og restina? Náttúrulega Mozart vonandi fær vappa fyrir 11. ránd. Já, vonandi. Sko, drauma uppsetningin akkurat núna á liði EFA væri Seni fyrsti í entry, Blaster nr. 2, ég myndi henda Kidda Disco, 3. jafnvel bara á eftir. Já. Viktor að kolla og breykja á vapanum, Mozart, þú veist, ég veit ekki, bara ekki flækja þetta of, með 9 mann í liðinu, 9, 5, þessa neyðaskiptingu. Finnst þér að hafa verið að, sem sagt, valda þér, myndirðu halda að þetta hafi haft áhrif inn í Vertigo? Nei,
en farandi inn í Ancient sem náttúrulega mappikið þeirra. Þú ert með leikmannarna sem er neyðarskipting, kemur inn með ábyggilega frekar stuttum fyrirvara og nú ertu 1-0 undir á móti liði sem þú ættir að sigra. Nei, ég held að akkurat út í að hann er að koma inn fyrir Clever. Já. Þú veist, það svo þægilegt að stíga inn í hans hlutverk. Þú veist, hann gerir svona minimal með liðinu í CT. Já. Þú veist, hann er bara að halda sínu sæti og bara gera það vel. Termegin, það er svona eina sem ég er að spá í. Ég veit ekki alveg hverju sé Kid Disco fyrir mig spila en ég gerir ráð fyrir að hann fyllir bara upp í þetta support lurk role sem að Clever var í einhvern veginn. Þegar við tölum líka Ancient sem map og sjálfsögur Vega, þetta er pikað á móti þeim, þannig að núna fá þeir að velja CT að Ter. Hvort ertu að fara að velja þetta? Sko, ég er svo spes, ég vel alltaf CT. Já. Og því að ég vil koma sjóðandi heitir á Icon. Já, ég skilur. Það er gamla góða. Já. Ég er rosa mikið þar, en jú, ég hugsa að Höttur gera það líka. Ég held að þeir vilja ná sterkum CT og loka þessu fljótt í Ter. Þeir náttúrulega fá ekki að velja, það er Vega. Það er Vega. Vega sem fá að velja. Ég meina Vega. Já. Ég held að þeir velja CT og vilja loka þessu fljótt í Ter. Já. Það er náttúrulega ákveðar pæling, sérstaklega í ljósið þess að við erum búin að sjá þennan kjarna sem að var Breiðablik í fyrra, Vega í dag. Þeir spiluðu náttúrulega Ancient gríðarlega mikið með sínu line-upi og hérna Pjakkur var þá í liðinu og hann var náttúrulega frábær. Já, Guð blessi, hann sé ekki í liðinu núna maður. Ekki? Já. Það var svo skemmt. Nei, það var óþólandi að spila með honum eftir svona góða leiki. Já, ég meina... Það var ekki talandi við hann. Þeir áttu close leiki til dæmis á móti Dusty í bestu seríu í einmitt Ancient þegar Dusty voru besta liðið á Íslandi. Þannig að ég býst við því að þeir komi með eitthvað af þessum Pjaks töfrum inn í Ancient og ná að leggja þetta. Já. Þetta lítur ansi vel út hérna fyrir Vega. Já, með þetta í hendi sér, alveg 100% og nú er þetta bara leikur Vega til að tapa, bara 100%. Þessi sería þarf að segja. Já. En ég ætla ekki að vanmeta Hött á neitt þótt að þessi með 9.5. Hver þarf að stíga upp í liði Hattar? Blaster, nummer 1. Já. Ég hef séð Viktor gera ótrúlegustu hluti í leikjum. Þannig, já, hann og Mozart, þú veist, þessi 3. Já. Ég seti ekkert mikla pressu á Seni og Kid Disco. Skulum kíkja rakleiðis inn í Ancient í fallegu flauturnar á Terspon og það er Höttur sem byrja Termegin, Vega velja CT og það er rakleiðis Silent hérna út miðjun á vendala Blaster með P250. Já. Svona hippa P250. Já, þetta er einhver svona hippa litakombo í þessu. Sáu þarna í öxlin á Furious alveg 100% og hérna er hann að falla nokkuð auðveldlega. Gjössanlega grýtt þarna kúlu í fésið á honum. Vírus stingaður skilin eftir með 6 í HP. Já, þetta er ekki óskandi ástand hér. Spottuðu líka leikmanninn. Vakker. Finnur eitt auðveld Stjáni Guli bætir í. Það var einn maður og það er Kid Disco sem er inn í Donut að leita þessu. Hann verður að finna það sem að gera sem betur fer fyrir Hött. Tveir og sættir akkurat núna, einn í Donutinum. Jón, þetta er ekki góð staða. Alls ekki. Vírus er hinum einn á nettinu. Vanger forsaður út í þetta horn. Bjarni hinum einn í horninu á CT bakvið Smoke gæti kíkt. Hann kíkir eða bara 100% hérna. Nei. Vill bíða eftir Vírus sem á 6 í líf og með dullur og hérna gæti Bjarni verið að finna fragg eða falla. Finnur ekki Kid Disco en ræflega. Staur, blindur, bakkar og CT. En Höttur tryggja sér fyrsta rándið. Jón, þetta byrja vel fyrir þína menn. Herja, bara easy does it. Hægt og rólega 1 ránd í einu. Þetta er alltaf sama klísjan. Er það ekki eitthvað lag? Alltaf sama klísjan? Já. Nei, ég veit það ekki. Já, geta alveg verið því. Já, ég frá Íslandi eða eitthvað. Til ýmislegt, sko. 3 ankomar í höndum EFA. Smókur í allir hérna strax í byrjun og Smókur fyrir tjaldið og það tellingar fara lítið að þeir vilja lane-kontrollið ávæntalega fara yfir á mittið, aftur, grensur. Krækja í ódýrt damage þarna og Mozart að þessu sinni. Svara í sömu mynd þarna örlítið. Já, Vírus þarna missir 59. Mozart þarf eitthvað að
læra mennu Já. við. Vírus. Spoilerson fann ennið á Seni. Vírus spoilers. Æ, það er eitthvað. Það er niður í 14 núna með vírus. Greina númer 2. Á vírus 14 HP. Búið með 1 skot í deiglunni og finna 1 frag. Þetta er hættulegu leikur að leika við Vanker. Hólfinn lengst fyrir aftan hann, forsaðan í burtu. Eignast Red Room ef þeir vilja það. 3 leikmenn yfir á B, 2 á A. Red Roomið er opið, 1 sem er að valda það sem er Bjarni. Mjög óákveðnir. Þetta er 40 sekúndur eftir og sko loksins hefur ákvörðun tekin en ég er ekkert viss að þetta sé eitthvað besta ákvörðun í heimi en einungis 2 A-megin í mappinu, Blastur og Viktor að koma hérna í gennum sítíð. Það var 1 maður í viðbót, Stjáni Gulli. Þetta var neikir það ekki, skilur þá Bjarna, Vírus og Furious, nei, bara Vírus og Furious, 2 eftir á móti 4. Finna veiklingan í vörninu og ná að nýta sér hann, en 3 terrarinn eftir ætti að vera meira en nóg, en AK neftur frá Furious. Já, vinur góður. Það er mjög snirtilegt hauskotana hjá Furious. Já. Hefur skotið út deglu einu sinni tvisar. Já. Og sko hann er ekkert að rífa í AK-un á bakkinu. Nei, hann vill hvað var það aftur? Aura. The Aura. Órabörnir? Nei. Svona grænar? Nei, plus 100 Aura. Þetta er, Þetta er The Cool Kids. Já. Tala um þetta í dag. Litla frænka mín var að kenna mér þetta. Já, það? Já. Ég á fáa svona frængur og frændur á þessum aldri sem að geta keppt með svona eitthvað svona til að lúkka 100% óra sko. Hún er 11 ára og er að kenna mér hluti. Ég er officially orðin a boomer. En það ekki? Já. Ég held ekki samt sko. Nei, ég veist það. Hvað er ég það? Þú ert bara, ég veit ekki, þú varst náttúrulega Jesu í bekk. Já, older than dirt. Já, varst náttúrulega þegar Moldu á fundinu, þá varst þú framalega á skólabekk. Vissulega, Blastur eins og næri þetta fyrsta frakkinu á Furious, sem að opna, Vírus með P250. Ja, Blasturinn er allavega að búa til smá pening á MP9-ni. Bjarni með deglu hér gæti fundið fræk, gerir það ekki eins og það var Vanker 1 eftir. Hann hins vegar gæti fundið fræk. Sjóðandi heitur í síðasta leik. Verðist ætla að halda áfram með einu skoti þarna daginn. Daginn? Já, þýttur að sjá það. Hérna þriðjudaginn í seinustu viku. Það er bara Átti leikum móti Ravík. Það flottur þá. Já, stóð sér vel þá. Þetta er góð skoti daginn. Ekki að fá gefins skot þarna hins vegar. Nei, og lítið í rauninni verið að höndan. Þeir vilja eiga góðan pening út þennan hálfleik. Leikmenn hattar. Vanker er að fara að leita og fær kúlu á milli augnana í bóði Mozart. 3-0 og þá kemur kaupið Vírus á mappan að sjálfsögðu. Og þá búast við einhverju öðru. Nei, það held ég ekki. Ekkert par gott utility á Bjarna né Vírus. Restinn til dæmis Furious ekki með smoke. Með grensu. Já. Og þegar óttuna lítið út til þá er ekkert rosalega hrifinn af því að smóka þarna neðast í ellin. Gott út til smókaður út í cave, Furious reynir í eitthvað skot. Hásbreytt frá því að kræki það. M4 býður eftir þeim í donut, taka á móti þeim. Molira Drum, Vanker þarf að gera góða hluti hér. Molin hins vegar er góður en hann þarf að kíkja út því og Kitty Disco finnur frakkið. Auðvelt frakk þannig að finna Tommy. Stjáni Guli og Bjarni í miðju. Stjáni Guli geti verið í vesinni Tommy. Já, hann er í 100% vesin, hann er í klípu. Ég held að þeir sjáu í byssunum. Bjarni finnur Blaster, gerir það 4-4. Stjáni Guli finnur Seni sem og Kitty Disco. Þá er eitthvað hér að finna viðbót. Það er Mozart, hann finnur eins og frakkið loksins Stjáni Gula.
saman að tápí ekki gott þarna hjá Hetti en Vega eiga einungis 2 leikmenn eftir og þar meðal Vírus á vappanum. Ekki gott vopn hér með lága leikmenn hinum megin. Viktor á smók, getur þá smókað CT eða Donut, kýs að smóka Donutinn. Hatti á leiðinu niður hérna í Bjarni að finna Mozart, sá þarna í öklabandi á honum. Þetta kemur frá vappanum á Vírus og þar með fyrsta landið komið til Vega. Eiga ekki kitt á hvorum leikmanni en það hefur engin áhrif hér. Ó nei. 3-1 Vega gera vel. Stjáni Guli, risastóran inn og sagði Já, var það að gerast. Nær 2 þegar þeir eru að koma sem að bara gerir þetta aðrandi fyrir Vega. Ég held að Bjarni hafi selt þetta með að ná einum í Donut og bakka því inn á CT. Það opnar svo mikið pláss fyrir Stjána Gula að koma í bróki og finna 2 frögg. Já. Nánast komið 3. á Mozart bara og fá að kúlur. Já. Það er svoleiðis. Bjarni með flott flast með þess að. Algjörlega. Blaster að móla upp í glugga. Vankir að mæta í miðju. Hopp og sí, Viktor finnur Furious. Já, þetta nú bara einhverjar skýta plötur þarna sem að eru á milli. Já, þetta er bara gamalt crossviður sem að eru brennandi plötur og fúinn. Já. Þetta er líka í regnskóginum sko. Já. Endist engin crossviður í regnskóginum. Nei. Engin. Bjarni eins og er að reyna eitthvað ekkert að sjá hér. Seni gæti verið í góðri pósu. Já, ok. Viktor finnur frakkið en er jarðaður leið að Vírus á vappanum. Vírus að Olli inn á, en þeir eru svo sem ekki búin að kommitta á henni. Það er bara þarna var Stjáni Guli. Það var sénsinn hans til að vera stór hér en kjölfar á þessu eru 2 á móti 3 en þeir eru að fara yfir á æð. Vanger búinn að róta þetta, einn Lári Kiddi sko, hann er að henda bombunum niður, Blaster í bróki, hoppar upp í, sá Vanger þetta? Ég held það. Vanger og Vírus eru vel að halda byssun tómi. Já. Vírus er bara inn í cave, skópar inn ætli að Mozart, nei, er þetta ekki. Grunar gæti mögulega að hafa séð einhver staðar í Mozart örlítið fyrr. Heyrði í Mozart allan að droppa ofan í miðuna. Já. Og Mozart, skemmtilegt vappadúil þetta. Þáttur þetta sé bara Vírus að halda og biðja. Algjörlega. 4-1 Vega að halda 2 byssum sem að eiginlega nauðsynlegt í þessum rándum. Droppa 2 og Furious vantanlega tekur autosökkun eða eitthvað. Já, það kemur ekkert óvart. En tactical timeout teki, hvað ætliði séu að ræða sín á milli? Hvernig er alltaf kaupin í þetta ránd? Hvernig í ósköpunum ætlum við að ná að verjast þessu lane control í það? Já, það er bara málið. En kannski að við fáum upp scoreboardið en eldsnögt líta yfir þetta. Ég fá mig inn, Mozart efstur með 7 frögg. Er að mæta í þennan leik. Blaster þar á eftir, Kiddi Disco, Viktor og Seni á 0 fröggum, Tómi. Já, Einhver á. þegar þú ert að vinna og skiptir þetta ekki máli. Nei, það er svo hárrétt hjá þér. En hins vegar hinum megin, Vanger, 1 fragg á honum. 100% headshot ratio og samt. Aha. Nei, ég segi það. Já, þetta er... Hann þarf að fara að rífa sig upp. Já, það er svoleiðis. Liðsleikur, ef einn situr þungur eftir, þá er þetta vesen. Það er alltaf þannig. Já. Svo þið þekkjum það. Við þekkjum það. Aðeins svo vel. Já. Ég viðurkenni, ég hef alveg verið akkeri áður. Ekki á góðan hátt í CT, heldur bara í liðinu. Já, bara dregur liðið niður. Já. Og sekkur því eins og Titanic. Já. Það hefur alveg skeið, viðurkenni það. Mikið af jút til í miðju. Gefa aðeð Vega 3 fyrir utan Alabíði hins vegar Hattar.
Disco í vesinni fundin hér Stjána Gula sem AK í miðunni 3 ennþá fyrir utan ellið í liði Hattar. Hér Viktor mollast út, finnur hann frekki gerir það, kemst hann upp. Já, kemst upp en fundin af Furious sem að peka fyrir vappan. Þeir æða bara inn á AF, það engin í vörninni þar. Molli fyrir CT-ið og ná að henda bombunni það niður. Þeir að ná að hlaupa í hringi í kringu Vega hér. Stjáni Guli komin í gegn, finnur hann frekkið, nei! Heldur betur ekki. Það var á Furious seinna eftir með vappa í höndunum og hann ekkert fyrir en að halda. Hvað? Hann var að skjóta drauga. Já. Það eru örugglega draugar í hvað er þetta, Ameríku? Þetta Suður Ameríka. Það ekki? Já, já. Perú ef ég ætti að giska, sko. Perú? Já, já. Heldur það? Já. Það verður staðfesta þetta, hvað og hverju? Maður sjá. Ég sjá. Likely in Central America. Central America. Já, já. Það er bara Það svoleiðis. var ekki Perú. Nei. Gæti verið í Mexico eða Mexico. Honduras. Já. Ég veit ekkert hvað ég bara giska, sko. Honduras. En það er ekki bara einhver eyja bara. Já, við strendur við Atlantshafi. Já, næstu. Ancient hét í Counter-Strike Global Offensive fælunum HR-Aztec. Þetta er nýja Aztec. Já, það er eitthvað. Nýja Aztec, það er bara nákvæmlega þannig. En það er allavega keypt hérna upp. Viktor búinn að eiga ansi. Hann bara má ekki fá að gera þetta aftur og aftur og aftur. Viktor með double entry hérna, Bjarni loksins nær frakkja á hann. En þetta aftur, Gal opnar A-sætið. Já, þetta er... Seni er fundið! Vírus með double! Og nær þriðja líka! Vírus. Og Kitty Disco einn eftir allt í einu. Og hugsa með sig hvað í ásköpunum átti sér stað þarna. Magnús Vírus Spoilerson á vapparum finna 3 og nú leitið gera það 4. Vírus, hvað er að gerast? Þetta er svo mikið klúðri og höft. Alveg galin hegðun. Vappin fær að gera það sem hann vill að inn í donut. Það er double. Yfir í triple, yfir í quadra-killana. Penta næst, hvernig er þetta? Já. Það er svo leiðis. Eða bara monster kill. Eða wicked sick. Hvað var aftur þegar maður var komið nokkuð hátt? Það var meira en monster. Það var... Ég man þetta ekki. Ultra kill. Nei, það var úkislega töff þegar maður náði yfir 10. Það var 10 frögg og það kom eitthvað alveg brjála á voiceline. Ég man þetta ekki. Var það ekki eins og Ofvirku sagði? Wicked sick. Ég veit að það geti verið. Skýrði sig sjálfan. Wicked sick, sko. Fyrsta rándið í töluverðan tíma hérna til Vega og það er vegna hetjudaða Vírussonar. Og við kemur þetta niður en þeir geta ætt þetta upp ef þeir svo vilja. Vírus ætlar að nota þetta eins og haglabissu. Já. Það er bara spurning hvort að Vírus vil ekki koma sér í burtu bara svona þá og þegar. Yes sir. Þeir eru komnir alltaf inn í keifið, ætla að láta það samt algjörlega að vera. Einn búinn að róta þetta eins og til að halda reddróminu. Seni á komin í ágætt færi hérna til að taka róteiðinn og er að stilla sér upp í að pússa hérna en það er maður að horfa í akkurat þetta. Það er Furious hérna fær Seni flassið sem að ég held að það sé bara mistök Tommy en hérna er Furious að finna bara gefins frakka á Seni. alveg frítt og þá eru 3 allir komið hérna til að halda. Furious með 1 mollin er góður, fyrsta frakkið. Hins vegar nær Mozart að hlaupa í gegnum það en það er annar leikmaður í bróki. Furious lætur vita af sér þarna og Viktor liggur í valnum og þá bara 1 eftir Blaster. Og 3-5 Vega að koma örlítið tilbaka hér. Já, loksins Vega að stíga aðeins í lappirnar í einsett hérna í byrjun. Höttur eins og þeir mega ekki missa þetta frá sér. Ég hugsa að þeir
þurfi rosalega mikið á þessum rondum að halda. Vissulega, termiðin fyrir að fá að gera rosalega mikið á leininu með þessum smók sem að þeir smóka fyrir tjaldið en núna loksins forsið. Og það B-keisla, Tommy, það B-keisla, Seni fremstur í fylkingu. Hann komin hér upp en feldur leiða vírus sem byrjar að hitta á þessu vappa sem og allir hinn í B-vörninni hitta öllum skótunum. Deklan fær ekki að gera gríðalega mikið hérna á Mozart og í kjölfarið 5-4 höttur ennþá í fórustu en peningurinn segir að hérna eigi þeir að jafna metin. Já, ef allt fer samkvæmt blaði þá þetta orðið 5-5 leikur og pressan komin ansi mikil á hött. Já. Mappi undir, létu baka sig í Vertigo þeirra mappick, Ancient, Vega að mæta sterkir til leiks hér. Heldur betur. Þessi grensa upp á 10,5 hjá Bjarna. Já, Bjarni með 2 nokkuð bara auðveldlega þarna 3 segir fyrirgefðu. Hjálpin komin. Bara 2 í hjálpinni. Aftur grensunar. Furious með 2. Líki haus í gegnum smók. Já. Geta flækja þetta neitt og óþarfi 5-5. Það staðfest og skjálfest þinglist og allt AK-ar í höndunum á Hetti akkurat núna. Full util, vant að smóka og geta disco. En það bara vappa á okkar mann Mozart. Veit að horfa á vírusinn fá að skína svona rosalega mikið og enginn hinum meginn til að slökka í honum. Jæja, Vanger feldur í miðju að geta disco. Fara rakleiðis í redrúmið til að kötta á rótið inn. Bjarni komin í hjálpina en það heyrist í honum þarna og þetta ekki góð staða fyrir Bjarna. Ó, nei. Gæti hlaupið bara þarna og frakkina hann, Mozart með Stjána gula. Þótti flassaður út, verður þá að bakka hendur bara flassi á móti og vonaði besta fyrir Furious. Furious kíkir hér, finnur einn, getur bætt í, gerir það ekki, gerir þess að mikinn skaða á Blaster og hann feldur hér af Bjarna, hárið 2, Bjarni og Vírus. Seni eins og að finna frakki, nei, gerir það ekki, Bjarni! Segir, gefðu mér þetta ránd, strákar. Já, hann ætlar að vinna fyrir þessu rándi, flassi var gott og þá eru 2-2 Vírus á vappanum og stefnan tekin af Bjenu. Viktor ekkert ótrúlega slóðir hérna að labba upp rampin og finna frökkin en Bjarni spilar aftan á kassanum hérna, hann spyrir hvað það sjáist örlítið í hann en ætti ekki koma sök. Algjörlega. Bomba fyrir niður, núna kallar hann á rótiðið frá Vírus. Ætti að gruna ekkert í 5-unni, fyrsta frakkið komið í þessu ríteki. Viktor fellur, Vírus, einn eftir, Mozart ætlar að challengea en vappaskotið geigar og Mozart kom að því að Mozart myndi finna frakkið og pekar vappan. Það voru gaman að sjá hvað hann getur gert loksins. Komin með prikið í hendunar. Senasta rándið í þessum fyrri hálfleik að hefjast hér allt í jaft, allt í játnum hér í Ancient, einhvers staðar í Mið-Ameríku. Nú, já. Þau eru með víðan völl hér. Já. Hvað er allir Vertigos í haldið? Ég skal svara því. Það er öllum sama. En höttur viljan á þessu síðast rándi. Byrjar ekki vel, Kitty Disco feldur sem og Blaster. Furious með M4A1. Kann ekki því fyrir ekki hérna. Lane controlið komið nokkurn veginn í hendurnar á Vega aftur en Seni hann frakkið hérna geti bætt í en nei, fær það ekki. Vanger slekkur í honum. Það var fyrsta frakkið á Seni. Já. Loksins. Vírus hinum einn við þennan smók og 5-7 smókin að fara að feita eða ekki? Jú, 1, 2 og hittir ekki skotun á vappanum nær bakka.
Hversu langt þetta bakka heitir ekki þess skotið, þá hann feltur, hann hlýtur og nei, alls ekki, vírus er hann að fara þessu vírus! Í no-zoom í Mozart sem var búið að skjóta örlítið í en það vírus sem hann maðurinn sem að hóf þetta comeback hjá þeim. Já, heldur betur vírus að stimpla sína menn harkalega inn í þennan leik. Gott ef þetta var ekki 5-1 sem að verður síðan að 6-6. Þetta brekka núna, kannski ekki brekka, segi það nú ekki, en þetta verður alltaf erfiður leikur fyrir EFA til að loka úr þessu. Eiga Vangar inni, eiga Stjána Gula inni, þrátt fyrir að Stjáni Guli að sjálfsögðu náðu góðu 3K til að krækja í fyrsta rándið hjá Vega. En smókur retro back Viktor með fyrstuna spama í gegnum smók í haus, ekkert ves. En hér eru koma í gegnum Donutinn, Viktor er komið frá nákvæmlega réttan stað aftur og hann er að taka fætin, hér er vírus og er ekkert að ganga að finna svona frækja á Vangar. Hann getur bætt í, hann er komið 3, getur að bætt í 4, komnir! Og Mozart þessu, það er bara leið. Nú er Mozart að fá hraunið yfir sig, gjörsamlega. Breki, come on! Já. Á 4! 100%. Já, miklu skemmtilega en á 5 með 4. Já, það er það. Ekki mikið keypt hérna hjá leikmönnum Vega. Það er bara vírus sem að tekur Hekku. Nei, selur hann aftur. Það er náttúrulega að fjárfesta í næsta rándi. Mjög svo sniðugt. Og ætla bara að bíða, láta Högt henda slatta af þessi utility sem eru búin að kaupa. Dreina peningin þannig virkilega leiðilegur leikur til að spila en mjög sniðugur hins vegar. Virkar. Já. Eiga ekki fyrir uppfæsluna á M4A1 þá, fyrir leikmenni sem eru á Famas og MP9. Hlaupa er rauða, Viktor er í vesinni, nær 2 einungis í þessu rándi. M4 komin í hendunar á Furious, það er ekki gott. Þessu er mjög svo gott glanslendur í þess að fyrir aftan Furious en hann er feldur hér á Mozart, nær upp til 3, ekkert ves. Armor hefði gert gæfið mun þarna en að sjálfsögðu voru ekki að fjárfesta inn í þessu rándi á einn eða neitt hátt. Nei. En gera það núna AK-ar, smókur, flush, einhverju mollar og hérna geta þið búið sér heldur betur til ránd. Já. Spurning hvernig þeir tækla þetta. Dynja hérna yfir á leininu, smókur fyrir tjaldið og Kitty Disco hann er bara hinum einn við vilja fá mid-controller, æðarni gennum smókin, Mozart með fyrsta, Stjáni Guli liggur í valnum en Viktor, hann er í hjálpinni til að hjálpa Mozart hérna í miðjunni. Algjörlega fljótur í rífrankið. Vangar geti verið í vesinni hér og því að smókurinn fyrir að feita í cave og þeir eru 2 þar framalega geti fara að kíkja hér út. En hvað þeir yfirtölu að gera líklega steg? Blaster! Gripinn með buxnum og hælunum býst hins vegar aldrei við Kitty Disco hér. Þá var það 2 Bjarni og Vírus. Sikk vorum endanum á mappinu. Sjáum hvað Bjarni er að prakkarast. Hann er að elda eitthvað svakalegt. Þeir vita af Kitty Disco inn í cave. Skildi hann finna fragg á einhvern annan. Mögulega einhvern á A-inu. Helst einhvern í... Þessi smókur er áhugaverður. Þeir eru að telegrafa þeir séu mögulega að koma inn í Donut. Seni, hann gæti átt fragg hér. Bjarni finnur Seni. Það er einn eftir í Donut og Vírus hann er að koma á lobbyið. Þannig að Donut-leikmaðurinn er að fara að heyra í honum. Viktor finnur fraggið. Vírus bara verður að finna þetta fragg. Algjörlega Kitty Disco og Viktor hérna með nær alltaf plantinu með þessum molla, mjög góðu molli og sko Viktor ef hann hefði kíkt hana út mistök, þetta voru hins vegar mistök Kitty Disco að kíkja alinn og nú er það Viktor, hann veit nákvæmlega hvað hann er Viktor hins vegar lukkulega að finna frakkið 18 HP eftir að honum hefði Vírus átt örlítið meira en það er svo sem skiptir ekki öllu máli það er Höttur að krækja sér í 9. rándið sitt algjörlega og er að sína okkur aðeins af hverju er velja Incent Eru við lífsmark, já. Já, komin smá þarna.
smá svona þrýstingur einhver. Já, þú varst að líka eftir hjartslætt. Já, ég skil. Já, þetta var betra. Já, ekki. Tekkukaup hins vegar hjá Vega og þetta sýnist mér alltaf. Þessi greinan. Já, ok, gerir ekki að mikið í bjóstu. Ekki að mikið í bjóstu hins vegar og þeir eru bara gjörsamlega að strauja en það er Seni mættur. Hann er farin að farma, búinn að sko tvöfalda frökið sín, þrefalda. Hansson er ágæt, Mollin líka lokar þessu Donuti, Blaster komin í hjálpina en að halda Red Room 3 á A-inu. Smókur fyrir bakkubitir. Þetta er algjör nördasmókur. Ég dýrka það. Það er feila? Nei, getur ekki verið. Nei. Hann er bara eiginlega perfect. 10,5. Verður á bakkúru og segðan alltaf það eru 3 A-megin og ég held að Vega séu aldrei að fara að búast til því en mig grunar að Vega vilja enda B hér miðað við að Vírus er að labba cave. Eitt af einu núna á CT sem var að kasta molla. Vírus, hann er alveg gjörsamlega jarðaður. Já, vita þá einu. Bjarni næstur til að falla fyrir Viktori 10-6. 10-6 og Höttur. Þeir eru búin að krækja sér í slétt öll rándin innan CT megin eru að sína nákvæmlega af hverju þeir eru þetta frábæra lið sem við erum búin að tala um. Algjörlega. Engin eitt gunround komið, eitt pistol, eitt force round. Höttur eru búin að standast öll helstu próf hingað til. Til að bústa hann upp á leinið. Þar leitur Viktor og finnur einn en er rífrækjaður nokkuð fljótt af Stjána Gula. Gæti farið í hard mid-control hérna. Leikmaður sem er í miðjunni ennþá. Þeir geta mollað köpið hins vegar út og farið í donutið en það er ekki búin að detta í strax alveg. Nei. Blaster komin í hjálpina. Mozart búinn að finna Vírus. Við erum á móti 3 núna. Blaster vill bara fara að leita fleirum. Furious upp á beinin í glugga. Leitar einhverjum í Red Room. Finnur engan. Bjarni fyrir aftan Smoke. Ekkert mikið að gerast hérna. Engin ákvörðun tekin. Nei, góðu smókana á Stjána Gula. Þetta lokar á rosalega mikið af upplýsingum fyrir Hött og verða þá eiginlega að þetta hitta 2 yfir á A-ið sem að er smá bras. Já, þá 3v2 á B-setinu en Kitty Disco búinn heitur í þessari stöðu. Já, hver að vera að taka á mótunum? Stjáni Guli. Kíkir fyrri maður til að kíkja og er felldur af Kitta Disco. Blaster gerir mikinn skaða á Bjarna en hérna er Kitty að falla. Mozart. Fyrir 5-una, HP advantage klálega hjá CT-num. Bjarni er lár. Grensan er góð en rétt missir að tímasningur hann að Bjarni ætlar að lörka í gegnum fjarkan. Þetta getur verið dýrkeypt. Furious þarf að lifa hér. Seni, hún grunnar þetta leið, finnur frakkið og hafa bara einn maður eftir Furious og við vita nákvæmlega hann er í helli, hann á 17 líf, finnur ekki frakkið, varð að gera það strax. Hvað? Hann Furious! 17 HP á honum, yfir í klokkin. Furious! Nei! Hvað er að eiga sér stað hér? Ég á ekki auka tekið orð. Furious á aldrei að vinna þetta. Þessi Smoke. Rúsinn er í pilsnu endarinn, Tommy. Hvað Brettist Furious í Neo, hann bara engar kúlur hefði hann. Ég veit ekki hvaðan hann sansaði fyrir að 2 kúlur í viðbótur og þessu Glock. Börst af öllum hlutum. Hversu margar kúlur hefði hann ekki? Já, sko, þetta er ótrúlegt. Ég veit ekki hvernig, en Furious og hann með cirka bát 43 kúlur í einni klippu í Glockinum. Þetta var bara ghetto Glockin. Já, hann galdraði þarna nokkrar. Alveg galið ránd þarna vel gert hjá Furious, aðeins að minna á sig. Já, heldur betur. Það er ekkert annað í boði. Viktor þarna spreyginni Smókin, fá eitthvað info en þeir eru þarna 4 á leini en ekki búin að láta vita af sér. Þeir ætla að fara inn á B-ið og ætla upp rappin og hérna kemur Mollin hins vegar hittir ekki á markið. Blaster búin að missa þarna HP niður í 32, rótið er komið í 5-una en fyrst var ekki komið. Stjáni með double entry, eitt eftir í 5-unni. Og nú vil ég bara halda byssu með að hvað
ekkert vilja að reyna neitt meira í þetta. Bjarni góðs í 5. Gerir mikið skaða hann á Vanker. Núna vil ég halda byssum að vera 100%. Engin bomba einu sinni farin niður alveg strax og þeir eru strax farnir að huga að því. Bíð farið að leka á Vega, finna blóðlyktina. Einungis nokkurum rándum frá því að brjóta, peningurinn er brotin allavega, Mozart og Vappa. 100% haldandi 2 byssum og geta þær forsaðinn í næsta rándi en tapa þær því, þá eru konunni í 10-10 Tommy. Já, það verður að segjast ekki góð staða á Höttur einhvern veginn þrátt fyrir að hafa verið með frábæra byrjun á báðum hálfleikum þá finna Vega lausnir. Algjörlega og oftar en ekki á einhverjum einstaklingsframlögum eins og í Virus og núna Furious í síðasta rándi og þetta er galið. Það eru gömlu kempurnar sem að minna á sig. Já, heldur betur. Ég hugsa samt að það sé ekkert sniðugt að kaupa inn í þetta rándum. Nei, veistu, ég verð bara að vera sammála hérna. Kannski P250? Nei, ekki einu sinni það? Nei, ekki einu sinni. Bara uspur spila í kringum þessar byssur, láta byssuna leita sem að ég gera, kaupa ekki eitt einasta. Það er fróðilegt að sjá hvert Mozart fer með hennar Vappa því að það er þeirra besta byssa. Algjörlega er hér að leita niður B-rampinn, ætla væntanlega að halda áfram Hverseni staðsettur, hann er í alubíinu að leita, enginn þar og enginn í B-rampinum, vera gamla vitlaus og hluti en 4 leikmenn Vega út miðju og þeir ættu nú að heyra bara í þessu öllu saman. Vanker, hann er að fara að fá veislu hér, fær bita af kökunni og er felldur síðan að Mozart hittir þessu skoti hér líka sem var gríðarlega mikilvægt maður að koma í bak. Það var Seni, hann var hinbissan og hann er felldur. Þá er það bara Mozart, einn eftir á móti 3 stóran draum og heldur þá draumið sé bara að halda byssu. Já, með 2 frögg á sér og þarf eis til að sigra og það er ekki að fara að gerast hér. Nei. Heldur sig kyrru fyrir hérna í rampinum, ítir sér upp á B-setið og Virus byrjar að finna púðurlyktina sem kemur úr þessu Vappa. Svoleiðis. En spurning hvort að Mozart bara fái að halda annað borð. Veit nákvæmlega núna að Stjána Gulla á smóka sig út, maður í helli líka. Mozart er aldrei að fara að halda þessari byssutómi, aldrei. Nei, ekki fræðilega svo líka ekkert núna. Eða hvað? Hittir þessa skotið, þá var þetta allt í þennu gerlegt maður að koma upp rampinn sem að er hér Bjarni, það var einn maður eftir Virus Virus Vegason. Já, ég var að fara að segja Vegason einhvern veginn. Og finnur þarna. Þetta var allt þessi verið nægur peningur til á Vega akkurat núna. Virus getur droppa á Stjána Gula. Engin Vappi í höndunum á Hetti og þar með þetta mínimissjón inn í þessu rándi að koma Vappunum að Mozart. Gekk eftir. Magnús Vegason. Ég veit ekki hvert ég ætlaði með þetta. Nei, ég reyndi að það hjálpa þér eitthvað. Þetta, ég bara sem að sé að fá málstól eða. Þetta verið Mozart komið út í miðju, enginn hins vegar út miðju til að byrja þetta ránd, koma upp leiðinni inn í helli, enginn þar. Þetta er mjög svo sníki. Smóka út hellin, fara inn í smókin. Já. Ég er núna hellin alveg skuldlaust og þeir eru byrjað að leita í miðjunni. Virus ekki hrifin að þessu staðsningu. Þetta voru mistök líka, smókur lendir hann undir glugga, það er ekki draumurinn. 3 að spila ameinu mappinu þannig séð, þannig að öll pressan er sett á Kitta Disco að standa sig í 5 að halda keifinu. Alveg tilbúin að gefa keifið, Kitta Disco feldur og það setur ótrúlega mikla pressu og Blaster sem er í hómaðuninu og hann er feldur hér. Vanker spyrir hann öll í gegn og Blaster kemur þetta í 5 að Vanker að halda áfram sýnist mér, góð molli sem að ítir þessu. Og þeir verður bara að halda byssu. Já, aftur að halda byssu, þetta er frítt sæt, bombar fara niður þetta á Stjána Gula og eru við ekki að fara að sjá jafnvel 2 Vega leikmenn leita hér. Jú, alltaf. Þetta setur Hötti rosalega. Viktor Ingi Vesin að hoppa upp á. Hann tognaði í kálfa
fyrr í sumar og hefur átt erfitt með hoppið síðan. Já, gengur illa. Það bara svo þess. Sko, 10-10, ef þið náðu að spara alla byssunum inn í þetta ránd, þá gefur þeim ágætis líkur inn í næsta ránd, en samt dvínandi horfur á að vinna þennan leik. Finna frækir á Furious, þá er bara komið djúpt CT. Og það er að falla hér. Það er svo dýrt. Vissulega, að spara 2 byssur, þú getur ekki droppað 3. Nei. Mozart vissulega getur droppað byssu hérna á 10-10. Þetta eru 4 ránd í röð frá Vega. Það var bara spurning hvað ég gera. Hvort það er bara hreinlega að vilja forsinni í þetta ránd, ég held ekki. Jú, gera það. Það ætla að spila til að vinna þennan leik, Tommi, ekki til að sirka þetta. Það var að stoppa upp í þetta gat, það er að leka, hripleka á þá sérstaklega B-inu. Já, búið að lesa þessum vörn, þannig að búið að styrkja þetta núna að 3. maður er komin yfir á B-ið, en 4 leikmenn Vega að sitja fyrir utan miðju og lappa núna út miðjuna. Bara Vanger eftir á leininu að halda pússi. Aðeins að spammi gegn og láta vita af sér. Seni verður í eldlínunni hér. Þetta verður halvur vesen. Fyrir frakkið. Feldur hér af Vírus og þá bakkaðir ragliðið sig frá B-ið. Tekið taka CS. Já, það er heldur betur þannig. Þetta er playið, Tommi. Þetta er ekki playið. Annar í rampinum, það er Blaster. Nær. Einhvern veginn að bakka henni upp en að Feldur úr Cave, þá er sætið gjörsamlega fallið. Molli aftur af því að Kitty Disco getur haldið áfram og tekið þátt í þessu ríteki í smá tíma. Smókurinn kemur líka og þetta er 11. rándið. Höttur, þeir þurfa að halda. Já, og það er bara þannig. Já. Það lítur allt út fyrir að Vega séu að fara að sigra þessa seríu. Mappi yfir, Vertigo pickið, stök snild. 13-5. Þetta er vonbrigði hér í boði frá Hött. Spáum þeim heldur ofalega báðir í fyrirdeildar þætturum okkar. Ég spái Hött í 3. sæti og þú líka. Við spáum Vega í 7. og 7. sæti. Já, ég á með á 7. Já. Teka fram. Já. Vega er að spila bara frábæran CS. Einfaldan, skemmtilegan og stóra adjustments alltaf inn í leikjum sem er að púsla þeim skemmtilegum rándum og Höttur þeir bara hafa engin svör við sókninni sem að kom með adjustmentinu og sérstaklega bara leið og sagði það Furious vann þetta ránd og þegar Vírus vann rándið þá byrjar vélinn að tikka. Algjörlega. Þetta er bara hálf ótrúlegt. Þegar þessi vél er farin að malla þannig í Vega þá það er stór hættulegt. Já, það verður að segjast. Höttur 10, Vega 11, Mappi yfir 2 rándum frá því að skella í uppset hér. Ég veit að nokkrir Vega áhugamenn og aðdándur verða ekki sáttið með uppset en Höttur vissulega á blaði af betri liðinum í deildinni. Algjörlega. Vissulega án Clever. En já, samt. Þetta er áhugavert hvað Vega eru að ná að sigla þessu ótrúlegan hátt og Höttur sem að velja hérna einsett eru ekki að finna lausnir á þessu. Þetta er mögulega lausnin Vappi í höndunum á Mozart. Gæti verið, hann situr inn í Donut og hann er ekki búinn að taka þátt í rándinu hingað til. Hann gæti gerst þegar hann finnur Vanger hér í miðunni. Smókur kemur inn í Red Roomið og þetta Mozart er hittur inn í 26. Hver var þetta? Var það? Vanger hlýtur að vera. Var það legg frá Vírus mögulega? Ég
held það. Gæti verið. Og Þetta púsin í alveg. Þetta. Stjáni Guli og Seni. Ef að Seni að falla hér fyrir Stjána Gula þá þetta langt búið. Ó nei, tímasetningin verður honum að falli. Ég ætlaði að segja það, Stjáni, ég ætlaði að segja og væri bara búin að gleyma gurnum hana en Mozart finnur ífræki, Viktor finnur Vanger og hérna Mozart verður að finna, finnur bara einni viðbót, 3-2, bombanleiðinu niður akkurat núna. Með vírus á vappanum virðist allt vera hægt en Viktor gegnum kirkju, vírus leitar að gera þetta jafn en skotið klikkar, hann þarf að fara að hitta skotið, gera það ekki, Bjarni 1-3, spreyið svíkur hann og þetta var nákvæmlega rándið sem að Höttur þurfti til að koma sér aftur inn í leikinn. 11 heldur betur og að sjálfsögðu Mozart einhvern veginn að draga þetta upp úr hattinu með þessu eftir sko Stjáni Guli hefði getað unnið þetta ránd eitt síðansleið ef hann hefði bara sleppt í að skjóta strax. Það er nákvæmlega svoleiðis. Hann hafði svona 5 sekúndur enn til að reyna að koma og finna fragg nummer 2 því að Seni var að fara að relocata aftur, kíkir þá mögulega bak við sig og sér Stjána Gula labba út alubíð max 5 sekúndur. Þetta er auðvelt að vera hér. Já, vissulega, tímasetningin var frábær fyrir Stjána og allan nær einum en Mozart gerir bara miklu meira en á að gera. Já, Blaster. Hérna er Kitty Disco að falla í gegnum vegginn. Vita hann er leikmæri sem er alltaf í 5-unni en núna er það að dobla upp 5-una. Blaster, hann er komið þangað. Vappi í 5 líka. Ég er svo stressaður, Tómi, overtime, ég sé það bara, Finna Blaster í gegnum, smókin, Mozart, takkan 46 og Seni fundin líka og þá enn og aftur, erfiða ákvörðinin, við þurfum að halda hér. Furious ætlar ekki að leyfa því að gerast alveg strax og er að hinna við smókin. Hvernig gerir hann svona, hvernig er þetta ekki bara fragg, Tómi? Þetta er... Ég skil. Skuðirnir eru... Hliðhóllir Vega í dag. 12. rándi, Tómi, komið Vega meginn. Er þetta að fara 2-0 fyrir Vega? Það væri svo sannarlega eitthvað sem að ég var ekki að búast við. Nei. Spáði 2-1 en heldur betur Vega að spila frábæran CS hér og vírus. Hann kemur skautandi hérna og allir restina liðinu finna fraggið. Viktor liggur og það er ekki mikill peningur á þetta núna. Nei, og þetta það liggur í loftinu, Tómi, að þetta fara 2-0. Ég bara krossleik fingur og tær og lappir og hendi. Hvað getur maður krosslagt meira? Það er overtime, Tómi. Já, Höttur er núna bara að biðja til CS-guðuna að fá eitthvað frítt upp í hendurna því að Vega er ekki að gefa þeim neitt. Nei, dear Mr. Freiberg, please give us overtime. I will never fail one tap again. Eða eitthvað. Mozart. Þetta er hetjan sem að þarf að gera eitthvað hér. Tómi, þetta er öðru sér rándið en það er verið að gera Vega. En hér Mozart er að ná... Það er Kitty Disco sem að kemur niður rappinn með Blaster í ræfsvasunum alltaf. Og þeir finna 12. rándið. 12-12 og við erum að fara í overtime. Hvað gerðist í þessu rándi og líka bara á millisekundu? Strákar, þeir eru alltaf í lane control. Af hverju bústu ekki bara upp og bústu niður rampinn og já, það virkaði bara svona allgóti vel. 12-12 overtime. Tómi, 3 ránd sitt hvor veginn í CT og TER. Hvað erum við að tala 12.500 í startmáni? 12.5 og það nákvæmlega réttu peningurinn til að fá 3 gun round inn. Við svolítið ekki nóg til að kaupa þeirra á vappaðirröð. Nei. Fyrsta liðið upp í 16 ránd því að vinna þennan leik. Fara þetta 15-15, annar overtime, baby. Bassi kemur þetta inn í keifið og Eyþór Vanger nær. Hann full kill þarna! Þetta má ekki gerast! Eyþór Vanger Endrisson mættur, búinn að finna 2 þarna og það er mennkonir lengst í 5-una. Nú er það bara damage control, halda byssum, Tómi.
Það eina sem ég geti gert hér. Ó nei, bara spjótsoddur rakleiðis í gegn og svappaskoti klikkar og núna geta þeir bara þvingað byssundar á höndunum á þeim eða hvað orð. Mozart ekki að hitta þessum auðveldu skotum. Það beint fyrir ofan hann og ég trúi ekki öðru en að Mozart sé að falla hér eða hvað. Hann hann að bakka, hann blokkaður, hann nær samt að bakka Seni fyrir. Og hérna komin inn í Donut, það hins vegar maður í alobínu, það Furious, að sjálfsögður Furious. Furious að leita, einn kominn inn á defaultið og annar inn í Donut og hann hittir ekki skotunum, sama hvað hann reynir. Og Furious finnur Seni inn á, halda engum byssum inn í næsta ránd. En þráttur það nægur peningur ef við tökum þetta því Mozart á $0 eftir þeir þurfa ránd. Ó, já, duga að drepastila hér, Tommy. Í þessu overtime rándi verður að finna eitt ránd að lágmarki í overtime. Skuli Höttur tapa þessu rándi, Mozart á þá hvað 3200 held ég. Það var ekki pening. Eða nær því 2.8 jafnvel. Já, droppa M4 á hann. Kannski. Já. Ef það. Já, ég ekkert svo viss ef við tapa þessu rándi og halda engum byssum. Það verður alvöru vesen. Og hér koma þær út miðju, Viktor Feldur og Stjáni Gula. Stjáni Gula heldur bara áfram nær öðrum vappinu Feldur. Það voru bara 2 eftir, Seni og Kid Disco á móti 5 veka leikmönnum. Þetta hræðileg þróun fyrir Hött hér. Bombar að fara niður á A-inu, það einn á CT-inu sem að gæti mögulega framkvæmt einhver kraftaverk hér og hérna byrja það. Kid Disco búinn að taka töfrahattinn fram og hér Seni að bæti en plantið á aðeinu Seni lengst í burtu, einn maður Donut, Stjáni Guli, nú þegar komið 2 frögg, vill finna það þriðja, það Seni, finnur það, þá er Kid Disco einn eftir á móti 2 og þarf 4K til að vinna þetta, veita einu leikmanni svona nokkurn veginn fyrir utan keifið akkur núna. Mollin, hann hittir rakleiðis í mat, en Mollin hæfir og fellir hann 14-12 2 rándum frá sigri. En já, Blaster, hann er mögulega að droppa, nei, hann engin að droppa og hann þarf að sætta sig við 7. Það gengur ekki nógu vel. Þetta bara must win round Tommy. Must win round fyrir EFH. Sammála. Ef við vinna ekki þetta round þá þetta 2-0 tap gegn Vega. Upset vikunar. Já, fyrsti leikurinn. Já, bara, og þetta verður þá upset vikunar. Og vappinn, Furious á og íta niður rappinn hér. Og Kid Disco að sjálfsögðu nær 2 hér tilbaka, en þetta alltaf betra fyrir Terrana. Alltaf mikið betra 3-3. Spurning, hvað gera þá hér? Höttur verðilega að gera eitthvað saman á þessu, taka einhverja fasteign, gera eitthvað saman sem þið gera hér, fara inn í cave 2. Já, talandi fasteign, taktu eftir þessu Vanker. Hann að labba í bakið á þeim hér. Ætlar eins og að fara á A-ið sem ekki það besta í stöðunni, þar sem að það einn leikmaður nokkuð veginn að fylgjast með þessu. God, Furious hann að missa af þeim. Hann að missa af þessu. Og hér þeim grunar þetta. Þetta kemur engan veginn á óvart og þarna Viktor finnur Vanker. Og hér bomban að falla aftast í 11 og þá bara heitt maður eftir, það Furious og hann á leininu. Tommy, þegar það pússa í helli og heyra leikmanni bakka, Terspon, gera bara ráð fyrir að þetta endi að sjálfsög. Það næstu því. Þetta var heiðarleg tilraun. Sko. Já, ég held það. Furious Feldur hér að Kid Disco til allra hamingju í Kid Disco að spila 4 frögg í þessu rándi, næra að bara finna eitt rándi hérna fyrir Hött. Það Viktor og Mozart sem eru bara gjörsamlega að draga þennan vagn sem að já, það eru 2 leikmenn sem eru ekki að performa. Já, Seni að eiga erfiðan leik. Já, bara hryllilegan leik. Blaster á 12 fröggum byrjaði leikinn sterkt en hefur ekki gert mikið síðan. Kid Disco á 18, Mozart og Viktor á 26, báðir hinum megin. Allt frekar jaft. Furious efstu þar með 22, restinn 18, 17 og 14. Munum eftir því hvernig þetta byrjaði í
CT-hálfleikinum hjá Vega var ekkert allt upp á 10,5 hjá þeim. Þeir áttu mjög erfitt með þetta og það var nákvæmlega svona. Bjarni nær ekki fraggi á leikmenn í miðjunni, Seni vissulega á einu HP. Nú viltu nýta Seni sem eitthvað svona beitur, reyna að búa til eitthvað glundroða, búa til eitthvað ves. Gæti ná þessu fraggi hins vegar. Ef ykkur góður að búa til ves þá er það Seni, við vitum það. Það er nákvæmlega þannig og það þarf hann að gera hér. Hérna ætti að velja sæt og bara stikka það, 3 saman sem Vega er í kjörstöðu hér en vilja ekki leyfa reddrúmin að vera og hérna er Seni að fá frítt fragg. Algjörlega frítt fragg. Nei, hvað? Hann bakkaði í burtu. Þetta er svo erfitt að horfa á þetta. Furious í 5-minni, störblindur. Vappin getur gert eitthvað hér, Furious kom með fyrsta vappin. Klikar á skotinu, flassið hins vegar flýgur hérna yfir og Stjáni Guli hoppar. Ó nei, það fellur allt sjálft sig, 14-14. Það er svoleiðis 14-14, átti ekki vona því, ekki eftir þessi fyrstu 2 round CT-megin sem að fjallu Vega megin. Seni nær að gera sér stóran og nær fraggi með 1 HP. Já, það er reyndar risastórt. Reyndar Stjáni Guli sem að hoppar óvart en það er hann nærst að fragginu. Já. Vappi keyptur aftur af Vírus og ekki frábær peningur á honum núna og við erum að fylgja svona helst með vöppunum Vírus. Það var að nýta, hann fekk droppa hann Vappa síns mér. Já. Það að brjóta þetta smókir en það hefnaðast ekki alveg nógu vel. Nei, ekki alveg. Þessi smókur yfir aðeins of seint. Vankar eins og það getur verið stóri hérna ef það ætla að koma út ellið. En Mozart er að koma hinum megin frá. Blastir að finna Vankar hér. Og Mozart með vappakilli á Vírus og þá allt gal opnast hér. Smókur fyrir reddrúmið. En þá með Bjarna yfir á B-inu, 2 komnir inn á æð. Mikilvægt að leyfa Vega ekki að stilla saman strengi og vera ekki of lengi að þessu. Vega mjög duglegir í akkurat þessum randum. Ná að klóra eitthvað tilbaka úr þessu. Rótið það yfir á B-ið og virðast vera að lesa ágætlega inn í þetta. Flassið er gott og Mozart er að kláta á hann. Frítt fragg! Viktor á defaultinu, hins vegar nær ekki fragginu. Það er Blaster með bombuna sem að hendir henni niður í kjölfarið. Og það er bara spurning, ætlum við ekki bara að spara þetta? Það er hægt að rífast mikið og lengi það en það er hárrétt í stöðunni. Vilja droppa Vappa væntanlega í áttina af Vírus sem hefur átt helviti góð round svona hér og þar en fellur þarna frekar auðvitað í miðjunni, kjölfarið á að félagans í miðju fellur. Algjörlega Furious fær AK-in hérna í miðjunni til að halda. Það er mjög fínt að halda AK-ið í næsta round og gerur hann fyrir alveg tilbúin að forna því fyrir byssum. Skiptir engum máli, það er nægur peningu til hjá Hött sem eru konið með 15 round staðfest og einu rándi frá því að knýja fram Núk sem er 3. mappið okkar hér í kvöld. Vankar hendir Vappa hérna yfir á Vírus og örlítið kaupa eiga sér stað hér. Eiga 1 ránd til að reyna að kalla fram overtime nummer 2. Já, þetta er, þessi grön átti að fara heldur betur í vegginn til að taka HP-ið af Stjána Gula. Tómi, það er verið að breyta til, það eru 4 í alobíinu fyrir Hött, 1 B-megin, það er Viktor, ef hann finnir þetta fragg, það er risastórt sem hann er líklega, það gerir mikið skada, það gæti dreigið þá eitthvað jústur þarna. Hann er búinn að gera
svo mikinn skaða. Hann er 100% að reyna, nei, ok. 3. Vanker er með MP9, hann getur ekki gert mikið hér, það getur bara ekki staðist. Nei, og eru höftur að stoppa út af einu smók, ég trúi því ekki, einn maður komin í gegn, Kitty Disco, hinn eru bara bakka, hvaða rugl er þetta, það eru 4! Þetta er hræðisla, vil ekki taka sjensinn, Vanker getur í kjölferð á því náð í byssu. Ég væri tiltaður out of my mind ef ég hefði farið einn þannig í gegn og hinn stoppa út af einu smók. Bjarni að jumpspotta þetta miðunni, spotta Viktor upp í glugganum og ná þá að hreyfa við vörninni sinni hér. Vírus á B-inu og þeirra hörfa aftur í áttina af henni. Gætu beðið eftir því að Seni gera eitthvað á A-inu, feiki A-ið. Algjörlega. Reyna að ná frakki á Vanker með AK-in. Manni undir, þetta lyktar allt eins og overtime nr. 2. Það er strax búið að draga 2 í rótitinu. Seni gerir ekkert eðlilega gott mót hér. Furious að falla fyrir ekki Bjarni, Vírus og Stjáni Gulli. 3 á móti 3. Blaster, Mozart og Viktor hinum inn. Bjarni fellur, 2 eftir, Vírus og Stjáni. Þeir verða að reyna í þetta. Eru að fara í núk. Það gerast kraftaverk. Stjáni 1 eftir en Blaster fellir hann og við erum að fara í núk. Hvílíkur leikur. Betur. Tómi, ég held að Höttur væri búinn að tapa. Ég held að Vega væri 100% búinn að vinna þetta. Ég held að Höttur væri búinn að vinna. Já, komið Vega. Hvað er að gerast? Þetta er svo mikið back and forth að þetta er bara þvæla. Þvílík og önnur eins skemmtun sem við erum að fá hérna í þessari seríu sem að já, núna vitum við af hverju við vorum að horfa á hana. En já, kannski grípið ykkur eitthvað að drekka, kíkja á klósettið. Við gerum upp Ancient og kynnum fyrir ykkur núk eftir stuttastund. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, það heldur betur sería í gangi akkurat núna. Já. Hvorugt liðið vill kasta þessu frá sér 1-1 akkurat núna og við erum að horfa á eitt af skemmtilegustu Ancient sem að ég hef hort á í smá tíma. Bara í síðast tímar held ég, sko. Já. Þetta búið að vera hörku mapp. Leit út fyrir að vera að höttur að það bara hent sér á hliðin og fara að sjúga sig þumalinn. Bara að læsta hliðalegu. Já, og koma sér bara tilbaka. Þetta ótrúlegasta hátt. Þetta þvílíkt og annað eins, sko. Byrjum á fyrirháleik og bara kíkjum örlítið á hann. Sko, þeir byrja náttúrulega á 5-1 og það rauninni bara hetjutaður hjá Vírus sem að koma tilbaka inn í þetta kort. Já, heldur betur. Það líka bara play seríunar. Já. 100%. Byrjar á að dobla. Já. Tekur 4. Já, þetta bara það sem að lætur snjóboltan byrja rúla fyrir veka. Byrja í seinni áleik og höttur með 5 ránd í röð og þarna held ég bara, þetta bara búið. Já, Síðan kemur Furious með eitthvað galdrabragð upp úr hattinum. Bara þetta á sambland af Houdini plus Neo í Matrix. Já, ég man ekki eftir öðru eins skrýtnu playi í mjög langan tíma. Ég áttaði mig enga veginn á því hvernig það ásist það. Sko, við erum að fara núna yfir í Nuke. Stutt í leik. Já, mjög. Ég spáði 2-1, þú spáðir 2-1. Annar okkar mun hafa rétt fyrir sér. Annar okkar mun hafa rétt fyrir sér. Já, en, ég vona það. En erum við að fara að gleyma veka í Nuke í síðasta leik? Það nákvæmlega það sem ég vildi snerta á og ég meina, þú veist, það ekki bara reynsluboltarnir í þessum leikmönnum eins og Vírus, Furious og Vanker. Vanker hlýtur að vera einhvað mesta low íkon leikmaður sem við veitum, lætur Nóa virka, autosökun, MP9, nær alltaf frökkunni sínum, hittir rétta tímasendingar að koma smók út. Bjarni, þú veist, Bjarni ekkert þekktu fyrir að leggjast á hliðina og gefast upp í núkleikjum, sko. Ó nei, þvert á móti, sko. En, sko, áhyggjurnar sem ég myndi hafa ef ég væri höttur að Furious væri í sama skapi og í síðasta leik þar sem að hann var í vibba öllu jafna. Kenny, vibba, inni og hann réði bara mappi. Já. Þú veist, hann var bara, ég á Nuke. Þið fáið engum að dráðið. Það rétt. Við vinnum þetta mapp, sorry. En við förum síðan hinum einn og kíkjum á hött. Sko, hérna voru þeir að bjarga þessu mappi. Já. Þeir björguðu Ancient Cyril, pikkuðu mappið og það verður að segjast að þeir litu út fyrir að vera á afturfótunum fyrir utan þessar svona stint sem að þeir voru að ná mörgum rándum í röð. Já, en sko, ég talaði að ég hef verið akkeri í liði. Já. Og ekki á þennan CT stöðuhátt heldur ég bara var akkeri. Að sko, halda aftur á liðinu mínu. Það það sem að Seni var akkurat núna. Já, hann var það tók hann 11 rándminni með að ná fyrsta frakkinu sinu með MP9. Já, og þegar að einn liðsmaður í þínu liði að eiga þannig leik og nokkrir í hinn liðinu að eiga bara nokkuð góðan leik, þá eru svona 80% líkur á að tapa þeim leik. En einhvern veginn á bergaðist þetta. Ég bara getið tilkallað til Seni bara connect á server fyrir þetta mapp. Allir leikmennir allavega búnir að connecta serverinn og við erum bara farin leikinn eftir stuttan tíma. En eitt sem ég langaði að spyrja þig líka út í var, sko, það eru þessi leikmenn sem að við setjum spurningamerki við sikkurum megin. Það Seni í þessum leik og síðan hafa ýmis spurningamerki poppað upp, sérstaklega í senasta núkleik hjá Vega með Stjána Gula. Það er búin að sanna sig í mörgum öppum, en senasti núkleikur hjá honum var algjörlega bara hræðilegur. Var á rampinum og bara gat lítið sem ekkert. Eru þetta þessi tvei leikmenn sem að gera gæfumunin og tryggja sigur hér? Nei. Okay.
Hverjir? Mozart bæði í Terror City fyrir Hött sem og Blaster í Hött hinum megin Furious og Bjarni. Já. Þetta eru göruna sem munu vera svona að draga liðið áfram en svo sem getum við gefa okkur það bæði Stjáni Gulli og Seni eru báðir að spila ramp í City. Já. Jú, ef rampurinn veikur og heldur áfram að fara á rampinn og færði rampinn og getur verið niður þá vissulega ef annarkur stígur upp þá vinna þeir leikinn. Vissulega. Síðan langaði mig að spyrja bara svona út örlítið, bara líka til að kynna fyrir áhorfendum náttúrulega þessi bestu 3 sería. Þú pick 'em up og þá fær hitliðið að velja site. Yes, sir. Í 3. mappinu á hnífað. Yes, sir. Núk, þetta City map. Já, bara pure City map sem eiginlega hálf ótrúlegt fyrir Íslendinga sko. Já. Við erum ekki kunna að spila City við spilum á móti erlendu liðum. Já. Síðan eru frábærir á móti Íslendingum. Alveg bara þvílíkar fallbyssur Já, sko. já. Jú, ég ætla að segja þetta síðan svona 7-5 map City. Ok. Ekkert meira en það. Hver heldur að, þú veist, út af því þú nefnir þarna Mozart, nefnir Vappa öðrum megin og þarna Núk finnst þér Núk vera orðið þetta frábæra Vappa-mapp sem að... Ó, já. Ofvirkur hefur sýnt það, trekk í trekk. Já. Mozart hefur sýnt það, trekk í trekk. Já. Vírus í senasta Núkleik sem við spiluðu sýndi það líka. Já. Þannig að ég með datt svona í huga og myndi nefna hann sko. Já, en raflega sýndi það ekkert í fyrra. Bara til að vera leiðilegur. Já, vissulega. En það virðist vera að við erum komin live í þessu 3. mappi á milli Vega og Hattar. Það er Kidli Disco sem að opna þetta á Vírus. Algjörlega Vanker veit og eru í reyndi til að ná fröggum þetta með USPS. Vanker niður það að vera að taka Viktor vel niður, Blaster þarf að vera stór en Vanker með ískalt 3K til að tryggja fyrsta rándið hérna. Heldur betur vel spilaði á Hött til að taka móti þessu. Voru búin að setja sér þægilega stellingar til að taka móti þessu heaven-rappi. Núna hins vegar Höttur alltaf ekkert að forsa inn í þetta ránd sem svona, ég veit ekki, ég seti alveg bara spurningamerki við það. Mér finnst Núk einhvern veginn vera ránd sem maður forsar alltaf í. Já, sérstaklega með þetta hraða púss sem að liðin er að fara í. Já, þetta er áhugavert. Hér eru þeir að hlaupa, Mozart komin í kenni ásamt öllum hinum úti framalega og þetta er bara gamla góða gallerían. Þú vilt ekki vera að gefa Furious einhver þægileg frögg til að koma í gang? Nei, að skjóta sig í gang er heldur betur að fara að skipta máli hérna City megin sérstaklega. Vega, þetta er nákvæmlega sem þið gerðu við Kano. Byrjuðu City megin og grófuðu á algjörlega í kaf með sterkum City áleik. Ó, já. Ég verður áhugavert að sjá hvernig Höttur að taka málum hérna í fyrsta rándinu, gunrándinu, termegin ekkert bilaðislega mikið út til en þó eitthvað alveg nóg vonandi. Það var þannig á línuna fyrir Hött og Bjarni myndar USPS hérna, með MP9 upp á gula. Algjört bónusránd þetta hjá Vega. 3 leikmenn Vega sem eiga yfir rétt yfir 2-5 eiga þá kaupi næsta rándi. Skildu við tapa þessu. Algjört default mér er það mjög passíft default ránd hér. Bjarni ekki að drífa sig að smóka. Nei, ef að þeir alltaf ekki að brjóta þessa hurð þá Greinu, geti ekki brotið hana. Eina sem ég geta er að skjóta í hana gat og ekki er það nógu stórt til að heimta smók. Stjáni Guli hins vegar fær aðeins að nötra á rampirum. Opna. Staflega núna Bjarni kíkir örlítið og seint. Hendi Greinu eftir sér og reynir að finna eitthvað fræk. Ekki til að finna og þeir ætla að fara á rampinn með Stjáni Guli. Þú varst að tala hann fyrir leik. Eldlínan á unga drenginum hér og hér er hann í vesinni. Mollin
Hann kemur á hárið tímasetningu en Vírus nær 2 góð grein, ekki góð grein að endar bara einhvern veginn í döst 2 fyrir aftan og þannig að Já, vissulega, 4 á móti það eru 2 konur niður leið. Báðir búin að finna frökk, Furious og Bjarni, þetta er löngu lesi, Kitty Disco komin á sæt, finnur einn, þarf að finna næsta sem hann gerir ekki, 3-0 fyrir Vega. Já, gengur vel hérna að lifa 3 líka í þessu bónusrándi þannig að þeir ná að kaupa sig upp 6,1 $1,000 á leikmönnum sem fjallu þannig að þetta byrjar að líta vel út. Þeir eru með fulla stjórn á rándunum, fulla stjórn á peninginum og fulla stjórn á hetti. Ó, já. Þannig að núna pistlur á hött. Þetta ekki afskrifa þannig ránd hins vegar. Alls ekki, við sáum það að sjálfsögða á Kitty Disco sérstaklega í Vertigo. Já, venjulegir útusmókar. Og það er eyðilagt á með molla, það er risa gapp í þessu. Já, þetta er ekki skemmtilegt. Furious hins vegar er að fara að mæta Pistol sem að geta gert heilmikil skaða. Og hér bomban fremst. Hún er felld, þá er það Viktor feldur, Skuggi náttúrulega vinur þeirra sem að spilur í Vibba. Já, frábær það niður, Akáinn fær að gera eitt og annað en það er Bjarni Viðbingu sem að nær 2 og sendur okkur í 4-0 Vega í vil. Heldur betur. Og það fer að vera komin tími á að standa í lappirnar. Það er orðið í liði EFA. Mátt ekki að gefa bilaðislega mikið að rondum en 4 er allt í lagi. 4 er allt í lagi ef þeir snúa við hérna og byrja að krækja ránd en ef ég kynni að þetta heldur uppteknum hætti þá gæti höttur verið í bullandi vandræðum en þetta þarf að hefjast að tala með 1 ránd í einu. Blaster ofan að Vibba, enginn í íþrótta en hér er Vírus að finna Viktor. Hvern? Og það er eitt komin upp við hellið. Er hann að búast við þessu og hittir ekki á hoppinu? Nú veit hann nákvæmlega hann eða hvað? Eða hvað? Já, jú. Furious var eitthvað voða skeptískur á þetta. Já. Það var svona skrítið hljóð. Blaster er að fara að búa til heilmikið pláss hérna. Kjúlega. Bollar til hann er ekki hægt að baka upp í hellið en Vírus stendur sína plikt á vappan er búinn að finna annan Blaster alltaf þarna undir finnur frakk hér á Stjána Guðla en Bjarni rífrakkar leið þá er að Kitty Disco kominn inn á gólfið Vírus líkt við í stálinu en Kitty Disco er að fara að vinna þetta ránd með þessu play eða hvað, hann er bomban Tommy! Ó nei, gegnum Hvað gengur á? Og Bjarni finnur ekki frakkið, það er Kitty Disco sem krækir í rándið og þetta var eins skrítin endir á rándi og höfum séð. Það var kvíðaðikast að horfa á þetta ránd. Ég er baðandi höndunum hérna úti eins og vitleysingur í þessu nándum þegar það er svona rosalegt. Ég bara má ekki við þessu, Tommy, ekki núna. Nægur peningur á sítjónum hins vegar, 4 röð að sjálfsögðu vinna bónusrándið sitt en höttur þeir þurfa að strengja saman ránd hér og það strax, annars eru þau komnir strax á byrjunarpunkt. Já. Hvað segir ég? Þetta er bara því miður ekki hægt inni að bara með vappa, held ég. Kannski einhver fact-checki. Það væri gaman að vita. Maður gerir eitthvað mikið skaða. Nei, ég held bara ángrið svo við getur ekki skotið henni í gegn. Nei, ég held það líka. Ekki með AK allavega. Nei, maður er til að sjá vappan gerir eitthvað með þetta. Já, hann skýtir på þetta ekki. Þú getur skotið úr kattinu inn í radio. Stjáni Guðli að leika sér með smókarna. Þá smókið sinn eftir, þannig að þetta hefur verið tersmókur eða feilaður sítismókur. En hann er í erfið. Bakkar eins og að gera vel og kemur upp secretið nær opnun á Mozart. Það er vappin sem liggur í valnum en það er Viktor sem að fær smók hérna. Ó nei. Hvað er að gerast í þessu rándi? Furious finnur frakk og það var Viktor feldur 1-5-1. Ekki gott. Innivörnin hélt þarna alla leið en
tæft varða, lenda á frábærin tímasningum það. Já, heldur betur Peningurinn aftur orðin hálf vandræðalegur hjá Hetti og þeir geta keypt sig örlítið niður með full loss bónus. Keypt sig niður 1800. Já, cirka. Eða þá ágætis 4-4 kaup í næsta náti. Droppa hér, alltaf reyna það allavega, nei, Vanger segir nei takk, ómögulega. Sný yfirleitt við þegar ég heyri í autosökuninni. Já, ég Sko. tek bara uppi, sjálfsög. Blaster takkar það niður í 52. Blaster, nafn sem við erum ekki búin að nota mikið í gegnum þessa seríu. Það var oftast Viktor og Mozart sem voru að gera svakalega hluti þarna í Ancient. Þú kallar eftir honum. Algjörlega. Var að sína sig. Tekna inn á honum. Stjáni Guli hins vegar byrjar á ná fyrsta flagginu. Flassið annar molli. Betur. Blaster einn þá eftir á móti 5 vekurum. Já. Silfur Revon. Hann nær einu hauskoti. Vírus. Hins vegar akaskot í haus, aðeins betra. 6-1 veka. Erum við stjórnvölinn hér. Höttur þarf einhverja hetjut á þér hér frá leikmönnum sínum til að kickstarta sér innriðan leik. Ó, já. Annars þetta bara nákvæmlega svo talaður læsta hliðarlegan. Læsta hliðarlegan þumal í munn og líða illa. Já. Þetta var þetta einungis einn smókur af 2. Mozart með vappan getur fundið frakkið þarna. Fjúri er svo heppinn að lifa þetta af. Ótrúlega nær samt frakkinu. Hvað? Það allt að falla. Tómi, þetta allt að falla. Eitt smókur úti, bara gerir ekki nóg. Mozart klúðrar. Já, skoti nr. 2, hins vegar ætla ekki að vera vondilega með þetta skot. Þetta verður að hitta og gerir það loksins. Vita eins var af honum og Viktor Mozart einir 2 eftir. Vita upp á hár hvar Mozart niðurkominn. Með hvað Mozart að viffa mörgum skotum þá bölvar hann að sé búið að nörfa vappa niður í 5 skot. Já. Hann er alltaf að reloada. Samt bara með 1 fragg. Bara skjált á vatninu síðan. Þetta er ekki gott. 6-1 og stefnir í 7-1. Lobby control komið til veka og það ætti svo sem að segja þeim eitt og annað. Þeir eru úti. Ó já. Gætu farið í Secret eða í Hell. Mjög. Viktor að labba bak Hell. Hann er með bombuna á bakinu. Stjáni Guli er að fara að kýla hann í mildan eða... Þetta er bara ekki góð stað til að taka móti nákvæmlega þessu. Ég held að hann sé bara ekki að miða þangað. Ég held að hann hafi verið að horfa í íþrótta. Jeps. 20 sekúndur eftir, af hverju þetta miða þangað. Já. Viktor hins vegar upp í Heaven. Þarf að droppa niður og planta bak við Silo sem hann gerir. Volri Gula, þetta lítur vel út. Mozart í vippa með vappan. Hittir ekki fyrsta skotinu. Sjokker! Smókur í Heaven og þá getur Viktor farið að einbytta sig að einhverju öðru bankar eins og hann ætlar að æða þetta út og nú er autosökurina í stakri snild Mozart. Hann er að fara í Heaven, hann þarf inn í smókin. En Viktor er nýbúinn að smóka, já, hann fyrir bara á heldurbyssu. Það er flott. Já. Ég held að það væri eitthvað 3D chess, nei, bara þetta var mistök. Leit út fyrir að vera bara 4D chess í smástund. Tactical timeout tekið því að hötturinn er dottinn á gólfið. Já. Heldur betur. Viktor að predika yfir sínum mönnum. Sennilega að fá input frá öllum hinum líka. Hvað þeir geta gert. Við ætlum hann að... Vörnin er sterk. Ó, já. Furious að sjálfsög. Á toppnum Vegamegin. Vírus þar á eftir. Stjáni Guli á botninum. Þetta er allt eins og þetta á að vera. Í núk, það er bara hlutis. Vanger að nota autosökun til að spara pening á 6-2 Bjarni. Svona einhvern veginn passar þarna inn á milli. Já. Þetta virðist vera ansi vel uppsett lið Vega. Já, eru að standa sér í stekinu. Rjóta ískur og það er bara vappi
Pjúra vappafætt. Og hér hlýtur Breki hafa betur Mozart, jú. Egypst pík þarna í vippan. Vissulega. Manni undir, hvað gera Vega hér? Þetta samt ránd sem að Vega vinnur, einhvern veginn. Á ótrúlegan hátt. Furious komin upp í stálið. Einn maður úti, það Bjarni. Sér í byssuna þannig að gefins fragg gæti fundið annan. Nei, það ekki annan að molla út uppan hins vegar það sem að þeir að fara inn. Plastið alveg sama. Leifur bara að gera mollan. Bomban hins vegar först úti, Tommy. Það séni. Sá annan í viðbyngunni og eru 2 uppi núna. Bjarni gæti haldið þessu. 3 og hann ætla bara að reyna í þetta. Hann ætlaði að kíkja Kenny, hætti við. Það annar maður mættur og hann aldrei að búast því að þessi 2 mættir hérna blastir eins og að finnur einn en rífrækki gott hjá Vanger. Þeir hinir komni niður vend. Og Mozart Vanger bara einfallega getur ekki farið niður vestið hér. Nei. Við eftir Stjána, hann með ágætis belti af Util með sér. Vanger selflassar í vendið. Ég trúi þess ekki, Mozart ekki að hitta þessum auðveldu skotum. Ó nei, ó nei! Og þarna bomban. Hún molluð þarna, lokar hurðinni, fer í glugga. Vappinn einn kominn á og finnur fyrsta, grípur í tekkuna. Þetta ætti alltaf að vera ránd fyrir Mozart hér. Hann að stikka, ég ætla að segja það. Ef að Mozart hefði tapað þessu rándi, ég geðtruflast hérna Tommy. Já, ég hef verið með þér í það. 7-2 og Mozart að bjarga þessu. Hvað face-it Mozartinn sem við sjáum alltaf? Nú face-it. Já, það kannski ávítaspunktur. Já. 7-2 peningurinn eins og það búinn Vega meginn eftir þetta kaup. Mjög mikilvægt fyrir þetta að strengja þetta saman. Af hverju hendir hann bara einum svona smók? Mér finnst það ekkert eðlilega steikt. Já, ok, hann hitt ekki Hann feilaði senast. Já, ok, það útskýrir þetta. Já. Það gæti útskýrt allt málið. Viktor, heyrðu bara í mér þess að kenna þér smók sem að feilar ekki. Það sér ekki í kollvikin á Mozartana. Nei. Blastir ítir greinandur og droppaði hann að bak Kenny. Eru að leita þar, fyndu vírus og hér Vanger að falla. Mozart mættur núna loksins seni að finna frakkið á Bjarna. Bara Gulli, 1 eftir. Hvað ef að setja stöðul á Stjána Gulla að vinna þetta ránd? 3-5. Fyrstur í stafróðinu en nei, það 7,5 kannski. 7-5. Já. Ég ætla ekki að píta það. Og höttur bara frjósa. Stjáni Gulli að glósa í hausnum hvert getur hann farið. Mozart fyrir frakkið 7-3. Og Mozart loksins að mæta 9 frökk á honum. Það svona lifna. Það svo lifnir. Maður hittir ekki skotunum sem maður tekur ekki. Það mottóið hérna Mozart. Já. Hvað hlutfallið á hittum skotunum? Það afskaplega látt í þessu leik. 7-3 sem að mögulega breytist í 7-4 hér. Lítið kaup frá Vega sem að spara fyrir senasta rándi í þessum fyrri hálfleik. Og kjölfarið gæti þetta breyst í 7-5 sem afskaplega gott með hvernig þetta byrjaði. En við skulum ekki tala of snemma. Nei, það örugt að gera það ekki. Það svo skrítið að gera svona lítið gat í hurðina. Forsar ekki út neitt út til, forsar ekki mannin inni til að gera neitt nema bara fela sig. Já, bara veit nákvæmlega hver að segja. Þetta svo skrítið, já. Maður tilbúin að henda smóknum hann að Vanger. Gera það hins vegar ekki út, því að hurðin óbrotin. 1 mínúta og 10 sek eftir. Þeir eru að fara að rakleiði sinna á rampin sýnist mér. Vappinn að koma til þeirra. Þar eru 2, Furious og Stjáni Gulli. Það eitthvað kraftaverk hérna frá Stjána Gula. Diklaði höndunum, ætla að ná einum. Nei, það á ekki að gerast. Nei, það ekki fara að gerast hér. Diglan beigluð, allt í vesinni. Mozart lukkulega heitir þessu skoti. Og einn maður eftir Vanger. 1 á móti 3 hleypir niður Sigrid. Ég ekkert svo viss að með henni fara niður.
úr þessu. Jú, virðist vera. Jú, ok. Dillan pikluð. Það fattar nú að lengi í gangkjöðu núna. Ég er ánægður með þetta. Nei, ég vildi bara ekki kommenta á það að myndi eitthvað kraftaverk gerast. Jæja. Mozart finnur auðvelt fragg á Vanker og hér þarf Vega þurfa eiginlega senasta rándið þetta í þessum fyrri hálfleik til að tryggja sér þessa frábæru byrjun sem þeir gerðu. Þeir eru búin að missa 3 ránd frá sig núna í röð. Já. Stjáni Guli á einu fraggi. Það gengur ekki vel hjá honum á rampinum. Mikið búið að koma bara til hans allir saman. Samt sem áður. Já. Spurning vilja núna tefla 2 mönnum á rampin. Waterhole Smoker og Smokernir þetta. Morlið fyrir Keitjan. Blaster komin upp á íþrótta. Þetta er heimlíkt því sem þeir hafa verið að gera undanfarið. Já, vill kíkja þannig vinstra megin við Mullet Smokinn. Það er ekki núna hérna hvernig Furious verður að finna þetta sem hann gerir sem betur við ekki þekktur fyrir að klúðra þessum fraggum. Kemur inn, Viktor fær molla og þá ætlum við að fá frítt fragg hérna á Furious. Algjörlega maður í Heaven og Hell. Einn maður í double niðri, það er Virus. En þar er enginn, hann er bara verið að eyða í raun leikmanni Vega í ekkert. Já, vissulega. Það eru öll spjót sem að virðast vera Næja, ok. einast niður þannig séð. Mozart komið vappa niður. Og hér Magnús Vírusson vappi spoiler Hansen feldur ásamt Stjána Gula niðri. Og þá er niðri alveg fallið. Þeir að sjálfsögðu að fara að reyna í þetta. Vanker og Bjarni sensta rondi í fyrri hálfleik en það stefnir allt í 7-5. Senni, einhvern veginn vissir af báðum leikunum en allt í góðu. Óheppinn hana með timingið. Núna 2 í rítekinu á móti 3. Gott flassanat. Finnur fraggið 2 á móti 2. Viktor Mozart. Mozart að fela sig. Mozart finnur fraggið. Það var bara einn maður. Það er Bjarni. Hann hlýtur að falla hér. Gerir það 7-5 úr því sem komið var. Þá eru það ótrúlega tölur. Já, frábæra tölur fyrir Hött og sérstaklega að fá þennan leikmann sem er efstur á skorboðinu hjá EFA. Það er Mozart, 14 frögg á honum og það er aðeins byrjað að lifna yfir honum á terrsætinu og ég gerir fastlega ráð fyrir að það er eftir að halda uppteknum hætti City. Já, ég allavega innilega að vona það því að þeir þurfa svo innilega á honum að halda. Spurning, hvað er Vega að fara að draga upp úr hattinum í fyrsta rándi? Ákaflega mikilvægt fyrsta ránd að hefjast hér. Vega gætu gert atlögu hér strax að Keisla Viktor mæti með dúllur og feldur. Alltaf falla. Það var bara Senni og Mozart 2 eftir á móti Bjarna. Vanker og Furious. Senni komur í Heaven og Senni spottaður. Mozart ætla að sé ekki bara með honum. Jújú. Áður í Heaven. Hann er ekki kitt á þeim. Vanker þarf ekki að kikki í þetta ykkur neðan hann. Bjarni tekur Mozart og Senni einn eftir. Vanker með aftur 3K í fyrsta rándi fyrir hann. Gerði það í fyrsta rándi í fyrri hálfleik. Gerði það í fyrsta hálfleik í fyrsta rándi í seinni. Já. 6 Þetta var pistol kill. Það var flókið fyrir mig. Í báðum first rounds. Takk. Það var mjög flókið fyrir mig. 3 3 plus 3 is 6. Plus 2 that's 4. Minus 1 that's Stjáni Gulis score. Djúpsár gróa hægt. Ég held að Stjáni Guli fyrirgefi þetta ekki. Já, hann má bara gera það. Já, þá með mann Stjána bláa. Þá bara á kantinu. Já, ég veit það. Viktor að leita hérna með tiklunni. Mikil að finna blaster.
og Kitty Disco finna þetta frakk saman hérna, gott rífrakk hjá Blaster. Hefði svo verið draumurinn að halda Kitty Disco lifandi. Viktor núna búinn að spotta hauga af fólki og í vesinni. Það samt einhvern veginn að lifa ótrúlega lengi miða við. Já. Og ná að sauma síðan á milli. Þetta stór hættulegt nærfrakki hér, getur bætt í. Gerir það ekki, nei, ok. Það að segja, en Blaster komin í hjálpina, feldur líka ára Seni og Mozart 2 eftir á móti 3. Sjá HP, Tommy. Stór hættulegt sérstaklega það sem að Seni komið með MP9 og þeir eru að liðast í sundur. Þeir lágir þarna. Þetta ekki gott. Mozart. 30 sekundur eftir á klukkunni og þeir vita ekkert hvað Seni niður komin akkurat núna. Ef Seni bara býður, þá fær hann gefins frökk. Ef hann horfir bara upp hefinn. Hann gugnar ekki á því. Þetta er svo óheppileg timing. Aftur tímasettur þarna. Þetta er erfitt fyrir Seni. Eitt frítt fragg á Vanker. Þeir þurfa líklegast að róta þetta niður í ventið. Mögulega að senda þetta í 1-on-1 því að það voru 2 alveg að liðast í sundur. En 9-5 staðan. Bara það report að hann er lár. Já. Hann er lár. Það hefði Mozart mögulega geta miðað bara í líkama. Já. Fundið 2 auðveld frökk. Eða bara 1 og gert þetta örlítið auðveldra. En þetta, ég sé þetta áður. Já, það er skemmtilegt. Það er stemming í þessu. Og þetta verður einstaklega langt ránd. Nú væri gott að vera með svona fast forvartaka. Getum við sett ykkur á trúða tónlist undir eða? Það væri mjög gott. Þetta er samt ekki trúðlegu stakk samt sko. Það virkar alveg að þeir búsa rampin en... Já. Stjáni Gulli er að fara. Hann fær ekki 1 úr þessu. Ekki 1. Nei. Viktor heldur. Jæja, Kitty Disco finnur frakkið. Þá getur Stjáni Gulli kannski fundið 1. Finnur 1. Núna 2-falda frökkin. Nei, hann er með 5 frökk. Þrefaldaður. Já. 4-faldaður. Já, stendur sér vel. Hann er með 5 frökk. Við erum að gera of lítið úr hann eftir. Rugglega á hann. Bjarna. Það var á Blaster, hann er feldur í hér af Vírus. Vega komnir í 10 ránd á móti 5 hjá Hött. Bjarni líklegast ekki ánægði með sinn mann Stjána Gulla alla. Nei. Ég er upp í heaven? Nei. Blaster er upp í heaven. Já, herru, á bottomfrakkvaktinni, Tommy, Stjáni Gulli er að hafa betur á móti Seni. Jæja, hann er búinn að rétta bátinn heldur betur eftir erfiðan fyrirháleik og fyrsta ránd. Já. Ég bara tilkalla eftir Seni hérna og takk fyrir Pent. Átti mjög góða seríu, ég mann ekki á móti hverjum, í Anubis hérna í fyrstu umferð. Eða annari. Já, það var á móti þarna Ravík. Já, óskum eftir því. Takk fyrir. Hann nær samt frakkja á Bjarna! Hann Blaster! Ótrúlegur, drengur, ótrúlegur. Þetta var magnað. Seni gerir hárrétta í stöðunni, ítir fyrir framan smókin og sér hvort hann ætla ekki að pússa í gegn en bakkar síðan í kjölfar á því engin frífrögg sem fá en Mozart er tilkallaður á rampin. Seni, vel gert, finnur þetta frakk á Vírus, skilur á 3 eftir liði Vega sem ætla að fara inn eða hvað. Aðeins að hóta í allavega. Aðeins að hóta í, Seni, hann er að fara að fá meiri félagskap en Mozart tekur Furious úr umferð. Seni ætlar að spila kassanum á ramp, þetta er ekki óalgengsta aftur tímasettur. Sá þarna í ennið og droppaði niður í þetta skiptið. Ekki tilbúin að taka fætin í yfirstöðu, alveg tilbúin að gefa bara rampin og lifa með Egan. 30 sekundur eftir, flassir, mjög gott. Stjáni Gulli finnur frakkið og þeir að halda áfram bakhefn. Vanker og Stjáni Gulli, Viktor að taka á móti þeim. Báður upp hefn og þar er fyrir að taka á móti Viktor að sjálfsögðu að læsa þessu 2 frökkum. M4A4 í höndunum á honum. 30 skot af Fury. Ég er miklu hrifnar af M4A4 heldur en M4A1. Ég teki þetta svona eftir aðstæðum. Bara, ég veit ekki. Það er... Ég spreyja mér þess að betur með M4A4. Já. Sko, ef ég gerir ráð fyrir að ég sé að koma rætt ránd á mig þar sem ég er að halda. Þar sem ég er akkir spilari oftar en ekki. Já.
þá tek ég M4A4 en ef ég tel rólegt Gunround að koma þá tek ég Silenced. Svona maður nú rosa gáðar. Talandi aðeins hraðara ránd þá virðist vera að Vega sé að hella sér í örlítið hraðara default hér. Úti leyfa smókunum að vinna fyrir sig og framleggja smókinni Mozart. Ekkert rosalega mikið að gera á rampinum fyrir hann með henn að vappa. Hætti í rauninni bara að skilja Seni eftir og fara að leita einhvers annan staðar en Seni fyrir í secretið og ætlar að sjá hvort hann geti ekki púslað einhverju saman þar. Blaster skítur á hann í byggingunni. Rísmókaður. Blaster allar hann að leita. Það væri rosalegt ef hann myndi leikjast á eitthvað á hverju. Gera það ekki eins og er. Mozart hittir þessu skoti, mikilvægt fragg að finna. Gríðanlega mikilvægt en og þetta við því. Býst Mozartur manni í hellinu, hlýtur að gera það, mollar á bakvið sig, bakkar niður rampinn. Lokar á þetta alveg maður. Komin upp í heaven, þá er spurning hverju til að taka á móti, hvort þið ekki búin að taka lobby eða eru að því, er maður niðri? Ég held í smástund að þetta væri terr. Ég veit ekki hvernig. Ég veit ekki heldur. Inni gula er hins vegar Viktor en hann fellur fyrir Bjarna, eitt fyrir utan Ískur og það er Kitty Disco. Það er ekki fragg strax Furious og Vanker með 2 frögg hvor og þetta hæga default alveg í bakið. Heldur betur ekki af hverju skiptir á byssu. Overrótuðu þetta niður og já, það var ekki að gera alveg sitt. Þetta default hjá þeim borgaði sig. Löppuðu bara úti, löppuðu rampinn. Algjörlega. Það er enda rámt fyrir mér að var að sjálfsögðu eitthvað að koma á rampinn. Já. Ég er ennþá að klóra mér hausnum að hverju Mozart skipti við Seni í byssu. Já. Það skil ekki neitt. Ég bara veit ekki heldur. Nei. Áhugavert. Einn maður hana fyrir ofan að leita. Mozart, það er aftur vappan tilbaka. 11-6. Vega 2 rándum frá því að tryggja sér sigur í þessari best of 3 seríu. 11-6. Það verður erfið og löng gangan fyrir það hér tilbaka inn í þennan leik. Vega alveg með Og Vanker með Mozart skákillið til að opna þetta og Vírus út Ískur kórónar þetta ránd Kitty Disco. Það heldur betur að gera eitthvað en Furious í gegnum viðþyngu. Já, lokar raunni rándinu. Seni spreyjar og hittir nánast ekki neitt og þá er Seni einn eftir og Furious finnur hann 12. rándið komið í höfn. Já, og þetta er bara gott sem búinn leikur, Tommy. Það er eitthvað ótrúlegt að skeið hérna fyrir Hött til að þeir eigi sens í þetta. Sjáðu peninginn, sjáðu byssunar á þeim. Þetta er ekki neitt til að tala um. Ekki neitt. Alls ekki. Seni droppaði þessari byssu, rakleiði svo Kitty Disco, skiptu við hann og gerið eitthvað saman. Reynið að búa til eitthvað ótrúlegt. Opna Ískur og pússa. Greina Ískur úr heaven og pússa inn Ískur. Við köllum þetta demman. Já. Megin nota þetta. Það Ég ætla að reyna eitthvað hérna úti. Við erum að missa af þeim samt sem áður ekki vel afgreitt. Það er Stjáni Guli að finna Blaster. Viktor nær inn tilbaka 3-3. 3-3, alltaf betra fyrir Terrana en Kitty Disco. Hann er strax byrjar að reyna fyrir sér að finna einhverja fallsteg. Sá einn leikmann íta hann út í gulan, Furious. Bakkar ekki kjölfar á því. Vírus komið Viktor. Það var bara næsti leikmaður sem á fullt af HP komin og það er Mozart einn eftir. Það er Dikla, það er draumur. Finnur fyrsta, gæti ná næsta, gerir ekki. Stjáni Guli innsiglar þetta 13-6, Tommy. Hvað er að gerast hér? Þetta er áhugavert. Þetta var uppsett af Þetta var uppsett deildarinn svo far. Já,
veistu, ég held að sé bara rétt hjá þér. Nei. Því að það er voða lítið annað sem að við höfum alltaf verið svona nokkurt veginn vissir með hluti. Þú tippar á Kano yfir Vega. Já. Vega aftur að koma með uppsett. Hvernig líður þér? Ég ekkert eðalega svektur út í hött. Ég var að búast við svo mikið meira frá þeim einhvern veginn. En þú veist, gefum okkur það. Clever ekki að spila með þeim og það er náttúrulega með það mikla reynslu og geti gefið það mikið input í leiki að það er biti að missa hann út. Já. Kitty Disco eins og það getur alveg skotið frá sér en það er ekki nóg að skjóta bara frá sér. Það þarf að koma með input í leikin eða hafa eitthvað sem að gefur input í CT-vörnina eða hvað þú vilt gera að hverju sinni. Já, vissulega og ég meina að það eru fáir í þessu liði sem að hafa jafnmikla reynslu á þessu top level og Clever þannig að það er örugglega, hann situr á hliðinu einhvers staðar og var að horfa á leikinn og ekki sáttur með sína menn. Það er engin með tár í augunum minna fram með allavega. Nei, það held ég ekki. Ef við kryfjum örlítið bara núkið núna niður og lítum á bara fyrirháleikinn. Þetta byrjar gríðarlega vel fyrir Vega. Þeir vinna pistolið, vinna forsrándið, vinna bónusrándið sitt og ná að strengja 5 ránd í röð. Þetta var Vega sjó framan af. Síðan bara til allra hamingju gerðist eitthvað og höttur svona spila CS, já. Þetta var ekki eins og höttur, þetta var Mozart. Já, draga og gjörsamlega. Og þetta var bara svona, þú veist, ég veit ekki, þetta er hálf skrítið einhvern veginn, ekki sama lið og ég var að búast við að fá. Já, við erum hins vegar með einn úr liði Hattar, EFA, á línunni og það er Viktor. Velkomin Viktor. Halló. Já, hérna kemur hann. Hann er hann allavega, herðu, róli, sjáið þlangi. Hopp og sí, þarna kom eitthvað. Hvað segirðu Viktor, heyrðu ykkur? Já, ég heyri ykkur núna. Hann er komið það, hvað segirðu Viktor minn? Býta aðeins hérna maður, fuck maður. Sorry, Ekki máli, ekki vandamáli. Allt í góðu. Tilbúin? Hvað vil ég vita? Já. Herðu, byrjum bara á því. Vertigo, voruð það búast við Vertigo-pikkinu? Já, við vorum eiginlega búin að ákveða að byrja 2-0 undir, sko. Nei, 1-0 undir sér. Já, 2-0 undir, það er bara aldeilis forgjöfin maður. Ég ánægði með þetta. Þið voru tilbúin að gefa Vertigo bara og voruð ekkert búin að spila að æfa Vertigo neitt að viti? Við erum held ég allir með 5 leiki ever í þessu nýja Vertigo, sko. Já. Og þeir sem eru að spila minna en 5, sko. Og þeir sem eru að spila í deildinni, þið heyrið þetta ekki? Jú, hann allir pikka Vertigo mót okkur, sko. Já, ég veit að þú vilt spila Vertigo. Allavega, við getum sópað Vertigo alltaf frá okkur og förum síðan yfir í Anubis. Þetta var algjört ströggl. Já, Ancient, fyrirgeðu. Já, þú veist, við vorum bara hestaðir í allan dag, sko. Bara vorum ömulegur í Ancient, ömulegur í Vertigo. Og já, þið voru að sjá núk. Allavega komið tilbaka í Ancient og svona sýnduð eitthvað réttu liti í Ancient. Hvað gerist í núk? Tapið, hvað er ekki 7-1 undir í hálfleik? 7-1 og síðan hefst rönnið þeirra til að koma þessi 7-5. Jaha. Já, við verum 6-1 undir, held ég. Já, 6-1 fyrir, já, jú. Hvað gerist þegar við fáum rönnið, það? Já, bara, þú veist, eru það dett í gang og ert að búast við að comebackið úr því? Já, við föttuðum alltaf bara einhverja hluti sem þeir voru ekki að pæla í og bara tókum, hvað segir maður, við kapitalæsuðum bara á það. Algjörlega. En þú veist, auðvitað allt og seint, sko. Já. Akkurat. En þið komið allavega í 7-5 hálfleik og síðan bara ekki söguna meira eiginlega, sko. Þetta... Nei, svo komumst við bara ekkert inn í leikinn, sko, veist. Hvað vantaði upp á? Bærandun okkar bara feiluðu. Það er ekkert að setja þetta á okkar að vantaði steppa því að Kitty var bara flottur. Já. Akkurat. Og þú veist, það
áttu við öllum mökkunum, sko. Já, algjörlega, Þannig að, sammála því. ég get líka alveg tekið bara ristónan bart á mig. Ég kallaði bara mjög illa. Já, það er vel gert. Þetta er annað þriðaskipti sem ég mæti Bjarna. Er hann með númerið þitt? Hann er búin að átkóla mig í drasl, sko. Það er svoleiðis. Ekki í frakkmótinu augljóslega, en í deildinni, þetta er tvöskipt sem ég mæti honum. Það ég gefa honum það. Já, það er þroskamerki að taka þetta á kassan sem enginn lítur það er bara props á það, vel gert. Ég held að ég hafi kólað betur þá þetta unnið, sko. Já, við ætlum allan ekki að halda þér mikið lengur, það bara gengur betur næst. Bestu þakki fyrir að mæta til okkar. Já, takk Þór. Já. Eins og þú segir, mikið þroskamerki samt að heyra frá, sko, ég ætla bara að setja allt út á borðið. Það er ekki margir sem að hefðu mætt eftir tapleik. Nei, bara það eru undir 3 í deildinni sem myndum mæta eftir tapleik. Það er sem in-game líturum. Já, þar á meðal við kölluðum eftir viðtali við taplið eftir stórmeistaramótið og það er eitt lið sem að mætti ekki kjölfara á því. Við köllum það út. En þetta finnst mér vera merki leiðtoga. Já, algjörlega. Tilbúin að taka þetta á sig og svona bara kassa hann út og áfram gakk, skilju, bara ég drullaði degið og það er bara eins og það er. Algjörlega, en hinum einn, þá langaði mig örlítið að tala um Vega í heilsinni, spiluði frábæran leik. Það voru nokkri hlutir í rauninni bara sem klikkuðu í Ancient, annars hefði þetta farið 2-0. Já, bara 100%. Og svo sem klikkuðu ekkert sérstaklega Vega minni, þetta bara fá að draga eitthvað ótrúlegt upp úr hattinum hana í Ancient, sko. Já, tölunum ekki rond nummer 24 sem að jafna leikinn þegar þeir pússa leinið frá rampinum og frá glugga, ná bara í öll fröggin á 0,1. Já, það var galið, sko. Já. Hver myndur þú segja að var í MVP-in í þessu leik? Það er bara eitt sem ekki myndi greina í mínum huga og það er Furious. Maður sem að, hann er Dusty Banin. Já, það er svolítið. Lék á Dusty í senstu deild í einmitt Núk og átti stór leik, stóra seríu líka. Stór partur af comebackinu líka í Terr í Ancient. Algjörlega. Já. Algjörlega, það er bara svolítið. En við skulum fá kannski dagskrá fimmtudagsins, dagskrá vikunar upp og þá sjáum við svona nokkurn veginn hvernig vikan lítur út og fáum að sjá hvort að áhorfendur vil ekki kíkja eins inn á okkur. Jú, er það ekki. Það er Þór, Dusty, Ravík og Kano Saga. Hvaða leik ætlum við horfum á? Þetta er bara vitlaust. Já, þetta er bara holfið, Venus IFH. Ég var að klóra mig húsinu, hvaða leik ætlum við að horfa á? Hérna er þetta. Það er IA Saga, það er Dusty, Kano og Venus Þór og það er IA Saga sem verður fyrir valinu. Við erum búin að horfa á sögu eins og náður og breytt line-up sögu með Wizard innanborðs. Hefur litið mjög vel út og IA, einmitt með breytt line-up líka. Debatti og Skún koma sterkir inn. Mögulega að fá að sjá einn annan leikmann kíkja inn. Við ætlum ekki að ekki spoila fyrir á fimmtudaginn. En við þökkum kærlega fyrir okkur hér í kvöld. Frábær sería sem við vorum að horfa á. Það eru nokkra scoops á leiðinni á fimmtudaginn og frábærir 3 leikir af Counter-Strike. Við sjáumst þá.
bye